Já, gott kvöld, góði gestir og velkomin á þennan íbúafund, opna íbúafund sem að haldinn hér í Árbæjarskóla og gestur í kvöld borgarstjórinn Dagur B. Gestsson og það dagskrá hérna sem að blasir nú hér við. Við ætlum að byrja á því að Dagur kemur hérna með kynningu og í kjölfarið ætlum við að sjá hérna myndband og því næst kynna hérna mjög áhugaverða hluti sem eiga sér stað hérna í nágrenninu og svo ætlum við að enda á því að gestir fundarins geta spurt borgarstjóra spjörunum úr og hann mun þá svara og það svolítið mikilvægt varðandi þetta því að við erum hérna í beinu streymi að þeir sem eru að spurja út í sal, það heyrist ekki í fólki í streyminu nema það sé búið að rétta ykkur mikrofón þegar þar kemur. Þannig að bara, það verður oft svolítið skrítið í svona útsendingum með fólk fyrir að segja eitthvað og það heyrist ekki neitt og það er jafnvel fyrir að svara upp á sviði. Þannig að þið bara hugsið út í það. En ég heiti Þorkell Eðarsson og formaður íbúðaráðs hérna í Árbænum og íbúðaráð situr þarna við eitt borðið og komið bara sæl öll og ég ætla þá að byrja á því að bjóða hér upp á svið velkomin. Dagur B. Gestsson, borgarstjóra. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir Þorkell og komið sæl. Ég aðeins rámur ennþá, en við erum hér í dag, áttum að vera fyrir akkurat viku. Ég varð að færa hluta hverjaveikunar vegna þess að ég fikk COVID eins og svo margir þessa mundir. Þannig að heimsóknir og fundir hafa dreifst yfir í raun þessar 2 vikur. En það er alltaf gaman að koma í gamla hverfið og gamla skólan og það er augljóst af öllu að nemendur Árbæjarskóla að undirbúa vorsýninguna sem alltaf alveg ótrúlega flott. Ég held allavega ekki að þetta séu pálmatré mér til heiðurs. Ég held ekki. En ég ætlaði að vinda mér í svona bara hefðbundna yfirferð, hverfaheimsóknir, hvað það? Það má eiginlega segja að það sé áratuga hefð fyrir opnum hverfafundum borgarstjóra í öllum hverfum, að jafnaði einu sinni á kjörtímabili, en þegar Jón Gnarr var borgarstjóri þá tók hann upp á því að færa skrifstofu borgarstjóra upp í Breiðholt og varðar í viku tíma og þetta mælti skriðarlega vel fyrir. Þannig að þegar ég tók við embætti að þá stal ég hugmyndinni og færði skrifstofuna í öll hverfi yfir eitthvað tímabil og þetta alveg stórkostlega skemmtilegt því að þá ekki bara opinn íbúafundur heldur fundir með alls konar fyrirgefið. Alls konar fólki úr hverfunum, skóla, heimsóknir og svo framvegis. Við höfum verið hér í Árseli og hitt foreldrafélögin, reyndar rafrænt, fylki og íbúaráðið og fleiri. Þannig að þá fær maður svo góða tilfinningu fyrir því sem brennur á. Og ég ætla að fara hérna yfir ýmsa hluti og Árbærinn, eins og við köllum einu nafni, kannski samheiti fyrir fleiri hverfishluta og eins og kannski bara endurspeglast á þessari mynd að þá Árbærinn í grunninn gríðarlega vel skipulagt hverfi og hugsað út í gegn með mjög fjölbreyttum húsagerðum sem leiðir til þess að mjög margir bilda ástfóstri við hverfið, byrja að eignast börn í blokkaríbúðum. Ég hef stundum sagt að Hraunbæjarblokkin eiginlega bara búið til börn af því að það endurnýjast alltaf með barnafólki og svo þegar börnin verða kannski 3 eða fleiri að þá flutt oft innan hverfisins vegna þess að það mjög góð þjónusta, frábært íþróttafélag og margt sem gengur vel. Þessar vetramyndir viðeigandi því að
þessi febrúar hefur verið sá snjóþyngsti í manna minnum. Raunar eru bara 3 aðri vetur sem að jafnast á við snjóþyngslin í febrúar. Það er veturinn 1925, 1957 og síðan veturinn árið 2000. Og það hefur verið heilmikið verkefni að glíma við það hér í Árbænum og raunar í öðrum hverfum. En í hverfinu eru 11.463 íbúar. Það eru alls 4.164 íbúðir og við sjáum á aldursskiptingunni að hverfið er á skólaaldri aðeins yngra. Það eru bláu súlurnar, aldurinn í Árbænum. Það er aðeins yngra meðaltali heldur en í borginni í heild og það eru heldur færri í elstu aldurshópunum meðaltal borgarinni heild. Þannig að þetta við heldur sér heila svona náttúrulega sem ungt hverfi. Árbærinn er 30 ferkilometrar, það eru 42 opin leiksvæði og víð og dreif yfir 100 kilometrar af göng og hjólastígum, 115 bekkir og 131 ruslastampur nákvæmlega talið. Ef við stiklum svona aðeins og stóru í hverfinu að þá má nú kannski segja að Lautin og Árbæjarlaug sé svolítið hjartað í hverfinu og Árbæjarlaug merkileg fyrir margar sakir, meðal annars það að hún var svona brautryðjandi að hafa opið lengi og varð eiginlega svona unglingafélagsmiðstöð fyrst sundlauga kannski bara á Íslandi og var ein af ástæðum fyrir því að opnatími sundlauga í allri Reykjavík er lengri heldur en hún var áður. Og Árbæjarlaugu fengið svona aðeins andlitslyftingu og við erum að gera þetta í jöfnum skrefum. Við endurgerðum rennibrautina og settum nýja potta og einbað og kaldan pott og svo að vera að kjósa núna í hverfinu mínu vaðlaug fyrir krakkana, þannig að það er alltaf eitthvað að bætast við, meðal annars fyrir frumkvæði íbúana. Svona sjáum við Árbæjarlaug aldrei að því að hún er iðulega full af fólki. En í þessu hjarta í Lautinni eru þetta fylkir sem að bindur hverfishlutana að mörgu leyti saman og þar höfum við líka verið að sjá miklar framfarir undanfarin ár með stækkun á stúkunni, endurnýjun á gervigrasvellinum, nýju gervigrasi upphituðu á aðalvellinum. Það er búið að marka stefnu til framtíðar. Það eru fyrirliggjandi tillögur stækkun og fimleikaaðstöðun upp í Norðlingaholti sem að röðuðust býsna hátt í forgangsröðun íþróttamannvirkja hjá borginni því að það var farið í það að forgangsraða öllum óskum ný íþróttamannvirki fyrir borginni í heild. Þar á meðal þær óskir sem voru fyrir fylki og félagið hefur jafnframt teflt fram áhugaverðum hugmyndum tengibyggingu eða félagsaðstöðu sem gæti jafnvel falið í sig samstarf við borgina varðandi bókasafn. Og ég veit ekki hvort einhvert ykkar eða mörg hafi farið upp í Úlfarsadal þar sem að verið var að í raun taki notkun bókasafn og sundlaug og ég held að það hafi kannski styrt hugmyndir eins og þessar að það samspil er býsna skemmtilegt og eiginlega alveg einstakt reyndar. Þannig ég hvet ykkur til að kíkja þangað. En já, þetta, ég held höndunum eitthvað svo undarlega á þessari mynd. Ég er að sleppinni bara, en við áttum eins og að góðan fund með fylki á dögunum. Það hefur verið að smá bætast við. Það er kannski ekki allir einu sem að, nema þeir sem að ganga göngustíginn handa sem átt að sjá að það er frábær strandblakvöllur við Árbæjarlaug sem er töluvert mikið nýttu þegar veðrið er þannig og það leynir reyndar á sér hvaða mikill áhugi á blaki hjá þeim sem eru aðeins eldri og það hefur meðal annars verið spilað í fylkishöllinni. Nei, heyrðu.
En það eru fleiri góðir hlutir að gerast og ég ekki viss að margir hafi séð áform Árbæjarkirkju nýtt og mjög fallegt safnaðarheimili sem búið að teikna og að mér skilst fjármagna og á leiðinni í framkvæmd. Það líka búið að fegra svæðið þarna við Árbæjartorg fyrir utan. En hugsunin sem sagt sú að bæta svona nokkuð náttúrulega við í raun kirkjubygginguna og safnaðarheimilið sem hefur verið á jarðhæðinni og prjónast svona við. Þegar ég var í Árbæjarskóla þá var verið að byggja Árbæjarkirkju og hún var aðalega notuð í tvennt, annars vegar fór maður í einkatíma á trompetinn í eldhúsinu á neðri hæðinu og síðan léku allir sér í stillusónum í frímínútum. Og maður hugsa stundum bara með, það í rauninni bara ótrúlegt hvað var látið viðgangast því að það var verið að stökkva sem af 3. hæð ofan í plastið. Og ég vona að engin börn sé að hlusta á þetta því þetta stránglega bannað og sem betur sem meiddi sig engin mjög alvarlega. En við hættum ekki fyrir einn lenta í alvörun á sjúkrahúsi. En Árbæjarkirkja mjög falleg og þetta safnaðarheimili mun verða mjög áhugaverð viðbót. Hér sjáum við útlitið innanfrá og sal sem að þarna mun koma. Þannig að þetta þá að fara að styrkja þessa hverfismiðju við Árbæjartorgið á næstu misserum. Aðeins að tala hlutir sem sjaldan talað sem bara einu umfangsmikla þjónusta og stuðningur og velferðarvinna sem að í hverfum borgarinnar og sannarlega í Árbænum. Og ég tala Austurborgina vegna þess að það sem að gerast núna að við erum að færa verkefni út í borgarhlutana sem tengja stuðningi við börn í skólastarfi og börn yfir höfuð. Við köllum það betri borg fyrir börn. Og borgarhlutarnir þá að samhafa sig og Árbærinn með Grafavogi og það sem að fólk áttar sig almennt ekki á að það verið að styðja við og sinna 1000 heimila í hverju einustu viku. Reykjavíkurborg annar stærsti veitandi heilbrigðisþjónustu í landinu og eftir Landspítalanum. Og það vegna samþættrar félagslegrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar sem að snertir líf mjög margra í viku hverri. Og það auðvitað félagsstarf mjög víða eins og niður í Hraunbæ 105 fyrir eldra fólk en það allir velkomnir í þessi samfélagshús eins og við köllum það og þannig heitur matur framreiddur í hádeginu. En börn og fjölskyldur fá auðvitað mjög margvíslegan stuðning bæði gegnum skólana og vettvangi skólans en líka í gegnum starf fagfólks af öllu tagi og það mætti hafa langt mál en af þessu fréttist fátt vegna þess að þetta gengur býsna vel og skilar mjög miklu og þá það sjaldnast í fréttum. En borgarbókasafnið Ársafn í Ársnum eins og kjarninn þar sem Bónus heitir og það leynir svolítið á sér. Það alls ekki stærsta bókasafn landsins eða Reykjavíkur en það býsna fjölþætt starfsemi. Það bæði þetta bækur og einhvern tímann voru nú lesringir en það líka hægt að fá lánaða saumavélar og það reglulega haldin námskeið til dæmis í viðgerðum og hægt að fá leiðbeiningar frá starfsfólki með klæðskeramenntun. Þannig að það eru komnir 3 prjónaklúbbar og ég veit ekki hvað og svona, þetta eiginlega dæmið það hvernig bókasöfnin að þróa sig. En okkur hefur nokkuð skeið fundist umhugsunarefni bara staðsetningin á safninu, það í megin hluta til á efri hæð og gæti hugsanlega verið betri.
Þannig að ég verið að undirbúa meðal annars eftir fundahöld með fylki og fleirum að fara í svona staðarvalsgreiningu þar sem við myndum meta hvort að framtíðarsafn fyrir hverfið sé á þessu svæði. Þetta er ákveðnir uppbyggingamöguleikar sem að leiða af hverfiskipulaginu eða á svæðinu í kringum Árbæjartorg sem við vorum að fjalla áðan í tengslu við safnaðarheimilið og kirkjuna eða eins og ég nefndi líka í tengslum við sundlaugina, fylki og lautina og ég gerir ráð fyrir því að leggja tillögum að þessi vinna fara af stað í samráði við aðila í borgarráði næstu viku. Nú borgarsögursafnið er yfirheiti yfir söfnun í borginu og eitt af þeim rótgrónu er að sjálfsögðu Árbæjarsafn. Það hefur verið heilmikil í þróun og þeir sem hafa ekki farið þar nýlega hveiti til þess að kíkja með krakka eða barnabörn og þannig er alltaf eitthvað að bætast við af áhugaverðum hlutum til að skoða en þannig líka í raun fræðastarf sem kannski ekki margir vita af bæði varðandi fornleifar, varðandi söguna sem þarna en á næstu grösum er hugsunin líka að bæta við Vídd sem er orkusafn og í raun ótrúlega spennandi svæði sem er að fæðast býsna hratt og verður kynnt hér ítarlega og betur á eftir. Í Árbæjarsafni er hins vegar verið að þetta er kannski miðja húsverndarhugsunar í borginni og landinu og Árbæjarsafn hefur fengið formlegt hlutverk sem húsverndarstofa og þar er hægt að fá ráðgjöf endurgerð gamalla húsa og þarna er líka stýrt ýmsum rannsóknum meðal annars í tengslu við hvert einasta deiliskipulag sem er unnið þá koma húsakannanir en þannig að Árbæjarsafn er margt. Kjarnin í hverjum hverfisluta eru auðvitað skólarnir og Árbæjarinn og Árbæjarhverfin státa af mjög öflugu skólastarfi. Það eru 7 leikskólar með 560 börnum á vegum borgarinnar en líka 2 sjálfstætt starfandi skólar og það er áberandi að það er yfir 96% ánægja foreldra með starfið í leikskólanum. Þannig að þeir eru að standa sig alveg gríðarlega vel og var gaman að heyra í fulltrúum foreldrafélaga úr leikskólum og ekki síður grunnskólum. Skólarnir eru öflugir og hér er nú mynd úr Skrekk en Árbæjarskóli eru auðvitað á heimsmæli það í Skrekk. Og vinnur bara mjög oft og verðskuldað vil ég segja. Ég stundum spurður hvort Árbæjarskóli vinn alltaf því ég hafi verið í Árbæjarskóla en það er ekki þannig. Þó ég veiti velunin, þó ég ekki í dómnefndinni en það þarf engin bellibröð til þess að Árbæjarskóli vinni af því að krakkarnir eru ótrúlega skapandi og það magnað og var líka gaman að heyra á fundinum með foreldrafélögunum hvað foreldrar voru sammála að skólarnir væru að þróa svo væri mikill í sókn og Árbæjarskóli var alveg sérstaklega nefndur í því sambandi. Mikil þróun í kennsluháttum, kennslufræðum hafa verið gerðar hér áhugaverðar og jákvæðar breytingar til að styðja við teymiskennslu í stærri hópum og svo framvegis. Nú frístundastarfið á sér langa sögu og rætur hér. Ársel var einn fyrsta félagsmiðstöðin sem var byggð sérstaklega til þeirra hluta og hefur kynnt ýmsa nýjungar. Í gegnum Ársel hafa bara flestir faglegi leiðtogar í frístundamálum og frístundafræðum komið að segja má. Við allavega eignum okkur þau og nýr formaður KSÍ, Vanda Sigurgeirsdóttir. Ég kynntist henni hér sem unglingur í Árseli í íþróttaklúbbnum Vanda Sig og þannig mætti áfram telja og frístundaheimilin eru sterk, þau eru vinsæl og mikið nýtt af börnum og fjölskyldum og maður getur eiginlega ekki bara ímynda sér hvernig þjónusta við börn og unglinga var áður en þessi mikla uppbygging síðustu ára
í þjónustu við þau hefur verið. Það eru kannski færri sem vita það að í Elliðaárdalnum neðst kúrir Hitthúsið sem ein umfangsmesta frítíma þjónusta við fötluð ungmenni í landinu í þessu húsnæði hér. Mjög gaman að skoða það líka. Þar er líka gerð út ýmis verkefni fyrir börn og unglinga í borginni, meðal annars skrekkur og músiktilraunir og svo framvegis. Ungmennaráðin í borginni hluti af ungmennalýðræðinu og ungmennaráð Árbæjar og Holta eiga sína fulltrúa þar og leggja iðulega gott til. Við vorum nýlega með sameiginlegan fund í Ráðhúsinu með þeim og allt þetta starf kannski leitt af sýn sem birtist í menntastefnunni fyrir borgina sem var sett fyrir nokkrum árum og hefur þegar sannað sig. Við setjum mun meiri peninga í skólaþróun og þróun verkefna með skólanum og þvert á skólana og þvert á starfsemina undir kjörorðunum látum draumana rætast. Hugsunin samt að skólinn og samfélagið og frístundin eigi að hafa það að markmiði að hvert og eitt barn sem eru ólík geti ræktað sína hæfileika. Við höfum ekki öll sömu hæfileikana en öll hafa hæfileika til þess að rækta og skólinn eigi að styðja við styrkleika og hjálpa fólki að elta og láta drauma sína rætast. En það ýmislegt annað sem kannski nýlunda í hverfinu og mjög athyglisvert og áhugavert. Eitt af því sem ég heimsótti í síðustu viku tónheilur sem ég veit ekki hvort að margir vita yfir höfuð að. Tónheilur eiginlega verkefni sem sprottið af eldhugum eins og Kristjáni sem starfsmaður hér eiginlega fagmaður í frístundum í skólanum en hefur brunnið fyrir því gennum tónlistarfélag Árbæjar að efla tækifæri til tónlistarsköpunar, kannski utan hinna hefðbundnu tónlistarskóla. Tónlistarfélag Árbæjar stóð meðal annars fyrir glæsilegum stórum útitónleikum sem ég vona að eigi sér framtíð, en þarna hafa þeir með svolitlum styrk á borginni í raun og veru ekki mjög miklum, þannig að ég sé nú bara alveg heiðarlegur, en styrk þó, leigt húsnæði innréttað oft í samvinnu við unglinga og ungt fólk sem síðan fá aðstöðu til tónlistarsköpunar og stúdíóaðstöðu og þarna eru líka tónlistarfólk sem lengra komið og þetta verður samfélag. Það ótrúlega gaman að koma þarna og þessi strákur, ef að mig misminnir ekki, heitir Ísak og hann á Árbæjarskóla og var þarna eftir hádegið að gera bítinn sín og þau voru alveg skratti góð. Og ég bara bíð eftir að heyra einhvern syngja yfir það ef hann gerir það þá ekki bara sjálfur og heyra þessa tónlist á öldum ljósakans því að þetta eru þetta núna orðið miklu fjölbreyttari blanda af hljóðfærum eða í raun tölvugerðri tónlist og það hægt að fá stuðning við þetta allt saman í mjög fjölbreyttri mynd. Þau sem eru rétt að byrja geta farið þarna á sumarnámskeið, tekið kannski þátt í að einrétta 1 eða 2 herbergi og lært að mála aðeins og halda á hamri og gera tónlist. Og ég var bara ótrúlega stoltur að sjá hvað hefði mikið gerst síðan ég kom þarna í upphafið þegar þetta var allt bara fullt af múr og ryki en allir að vinna. Annað dálítið merkilegt verkefni orðið að veruleika í gömlu kartöflugeymslunum í Ártúnshöfða. Þar íslensk listakona sem kallar sig Shoplifter sem hefur aðalega verið með starfsvettvang í New York undanfarin ár en var valin af Íslandi til að vera fulltrúi landsins á Feneyjatvíæringnum sem svona eins konar heimssýning í myndlist á 2 ára fresti og sú sýning vakti gríðarlega athygli þannig að bara núna í kvöld þegar ég var á leiðinni á þennan fund þá var merkilegt nokk túristarútu parkerað fyrir utan kartöflugeymslurnar
og það væntanlega vegna þess að það mjög eftirsótt að koma og sjá verkin hennar Shoplifter og þetta þetta alveg einstakt umhverfi og ég spái því að það muni mjög margir dragast þarna í sumar og kíkja á þetta og þróun á þessu svæði gæti orðið mjög athyglisverð svo ekki sé meira sagt á næstu árum því að þarna beint fyrir neðan brekkuna gamla toppstöðin sem sumir kalla Ljótahúsið og það að nokkru leyti verðskuldað því að þarna mjög svona brúnt og illa farið bárujárn utan á undir því að hluta til asbest sem ekki gott efni að vera eiga mikið við allavega en þetta gamla toppstöðin sem að stýrði virkjunum Landsvirkjunar þarna var reyndar líka heilmikill olíu kyndibúnaður sem var notaður til þess að hita vatn þegar hitaveita Reykjavíkur hafði ekki við og þetta var ekki lagt af fyrir mörgum áratugum síðan. Það sem við erum núna búin að gera viljayfirlýsingu eftir auglýsingaferli að þarna verði hugsanlega miðstöð jaðaríþrótta. Klifurfélagið og fleiri slík félög myndu koma sér öll fyrir þarna og í raun stórbæta aðstöðu sína en líka vera einhvers konar lífs- og útivista miðstöð sem geti nýst fyrir allan dalinn og nýja hverfið í Höfðum og Vogabyggð. Það ekki alveg séð fyrir endan hvort að náist utan fjármögnun og annað slíkt en það ætti hugsanlega geta skýrst innan tíðar og þá fengi húsið andlitslyftingu, asbestið færi og yrði innréttað fyrir fólk í hverfinu sem á leiðum og þetta borgarbúa alla því að þetta þetta á algjörlega einstökum stað neðst í Elliðaárdalnum. Það sem gerir þessa staðsetningu meðal annars áhugaverða að beint á móti gamla Ártúnsbrekkan sem við höfum nú aðeins verið að bæta sem svona hverfis skíðabrekkur sem til dæmis hentar vel til þess að læra á skíðu fyrir yngstu aldurshópana en það má auðvitað sjá fyrir sér að það verði útfært eitthvað þarna fyrir fjallahjól og svona fleiri sport sem henta þó svo við munum í meginatriðum auðvitað halda Ártúnsbrekkunni eins og hún af náttúrunnar hendi. En Ártúnsbrekka hefur meðal annars verið svona ákveðin í augsýn sem ákveðin svona tilraunarsvæði með snjóframleiðslu á svona litlum skala til þess að tryggja skíði fyrir yngstu aldurshópana. En þá ætla ég aðeins að koma yfir á samgöngur og stóra kannski umbreytingaverkefnið í hágæða almenningssamgöngum borgarlínan og í tengslum við það verið að endurskoða leiðakerfi strætó og ég veit að það hafa verið samtöl við íbúaráði hér sem hafa verið að halda merkjum hverfisins á lofti, tryggja samgöngur innan þess og eftir endurlöngu en líka þjónustu alla leið upp í Norðlingaholt. Við höfum líka verið að semja við olíufélögunum fækkun bensínstöðva. Þetta kort sem sýnir fækkunina hjá 3 stærstu olíufélögunum en við vorum nýverið líka að landa samningum við Atlantsolíu og Dæluna og við erum að fara að sjá breytingar hér í Árbænum og það meðal annars birtist í því að í stað þessara stöðvar kemur sjálfsafgreiðslu dæla og krónubúð upp í Norðlingaholti og þetta var tilkynnt núna á dögunum en við sjáum líka breytingar með stöðina í Hraunbæ 102. Við erum að innleiða hámarkshraða áætlun í allri borginni en sannarlega líka í Árbæjarhverfinu og ég gat af öllu hjarta hrósa foreldrafélögunum fyrir að vera gríðarlega vel undirbúin þegar við hittumst á fundi og ég held að við varum eiginlega bara að fara að ræða skólamál og kennsluhætti
En það var mjög athyglisvert að öll foreldrafélögin voru með punta og mörgluðu mikla áherslu á umferðaröryggismálin og hættur við skóla, vangaveltur varðandi staðsetningu stöðvar upp í Norðlingaholti, hvar hún yrði og hraðakstur í hverfinu almennt. Og þá er frá því að segja að hámarkshraðaáætlunin hefur þegar haft áhrif. Það búið að lækka hámarkshraðan í Rofabæ niður í 30, áður var það bara á kaflanum fyrir framan Árbæjarskóla og á Bæjabraut, Ferjuvaði, Bjallarvaði og Aðalbraut sem nú svona örgata. En í öðrum áfanga bætast við 30 km svæði á Streng, Hraunbænum, Selársbraut, milli Selársbrautar og Bæjarháls, Selársbraut frá Reykjás að Vesturási og þannig ýmist verið að lækka úr 30 eða niður í 40 og svo Elliðabrautin sem fer úr 50 niður í 30. Þegar við kynntum þessar hugmyndir fyrst þá þótti þetta býsna róttækt og það var jafnvel fussað. En núna á þessum íbúafundum að þá í stundu spurður af hverju við gangum ekki lengra og hraðar. Það segja hraðar í að lækka hraðan, ekki hraðar í að auka hraðan. Því að þetta með því að fara á íbúafundi þá finnum maður að þarna liggja oft áhyggjurnar að senda krakka yfir götur þar sem hratt kyrrt og þar fram eftir götunum. Og síðan eru þá fleiri götur sem fylgi kjölfarið í loka áfanga hámarkshraðaáætlunar. Loka áfanginni þannig að útfærsluna geta aðeins breyst, þannig að það með ákveðnum fyrirvara, en punkturinn það var farið yfir þetta af okkar besta umferðarfræði fagfólki og gerð heildarsýn fyrir borgina til þess að gera hana öruggari og vistlegri. Og hér þetta sýnt á kortið, við munum setja glærurnar inn á vefinn þannig að vera hægt að skoða þær, en í sumum tilvikum að þá geta verið tækifæri til þess að fegra líka hverfið og umbreyta götunum. Ég sé að Teddi Óskars ekki mættur í kvöld en hann var vanur að spyrja alltaf bumburnar eins og hann kallaði hraðahindranirnar í Rofubæ og hann var alltaf búinn að telja hvað hann þyrfti að fara yfir margar á leiðinu upp í fylkisheimili á Laugardögum. Og hann getur þá glaðst yfir því að nú verið að endurhanna Rofabæinn. Það er hluti af stefnumörkum borgarinnar að það verði skilgreindar í öllum hverfum svokallaðar borgargötur sem eru ekki svona hraðbrautir í borg heldur aðalgötur í hverfunum. Þar er svolítið fjölbreyttari starfsemi en þar verði umhverfið sérstaklega fegrað. Og hvað þýðir það? Það þýðir áhersla á fallegt yfirbragð, á gróður, auðvitað öryggi, en líka það verði hugsa fyrir því hvort það séu torg eða svæði í kring sem hægt að gera vistleg til dvalar eða svona sem nokkuð konar áningastaðir og það nýbúið að kynna inn í skipulags- og samgönguráði útfærslu að Rofabænum og í íbúðaráðinu. Það eru ennþá uppi ákveðin álitamál. Eitt af áhugaverðustu sóknarfærunum er þetta í raun miðsvæði, ef við skoðum það hér, þar sem að Árbæjartorgið og tengir síðan yfir í Ásinn og svæðið hjá Hraunbæ 102. Þar þarf að gæta bílastæðamálum við kirkjuna, þannig að það byrjað samtal þau mál og auðvitað bara umhverfin í heild sinni. En hugsunin svo að það verði farnar aðra leiðir heldur bumburnar. Það verður með samt hönnun stutt við það að það sé ekki hraðakstur í Rofabænum sem auðvitað gönguleið fyrir fjölmennustu íbúðagötu landsins sem Hraunbærinn yfir í Árbæjarskóla og við fáum endurgerð og fegrun í þessari aðalgötu hverfisins í leiðinni. Það í tengslu við þessa umbreytingu verður líka spáð töluvert mikið í lýsingu og við erum að LED-væða borgina. Það mun hefjast hér í Árbænum á næsta ári
og það verður spáð líka mikið í gróður og hann verður þá kannski fjölbreyttari og svona setur meira svip á umhverfið heldur en áður. Við erum satt með ýmsar svona stórar áætlanir yfir alla borginni. Ég er búinn að nefna hámarkshraðaáætlun og hjólreiðaáætlun er sannarlega ein af þeim. Það sem er eins og sérstakt eiginlega í ár er hvað eru mörg stígaverkefni á dagskrá sem tengjast Árbænum. Og það segir bara þegar ég fæ svolítið góðan samanburð á milli hverfa þegar maður heldur þessa opnu íbúafundi. Og hér sjáum við svona planið í heild og það má eiginlega segja við séum að uppfæra innviðina meðal annars vegna vinsælda í Elliðaárdalnum og við erum að tala rafstöðaveg og toppstöðina að þar erum við að fara í nýja göng- og hjólastíga og við erum að hugsa áningastaði í tengslum við þetta. Þetta er hálfur kílómetri. Svo var hitaveitustokkurinn tekinn og hugsunin er að þar í samræmi við nýtt deiliskipulag dalsins komi nýr stígur í staðinn þar yfir. Svo verður stígagerð í tengslum við Rofabæinn sem verður væntanlega áfangaskipt framkvæmd. Við erum að fara að sjá í 2 áföngum stíga í Elliðaárdalnum líka þar sem að þetta eru kannski framandi örnefni Grænagróf og Breiðholtsbraut en þarna förum við upp að Dimmu sem að kannski fleiri þekkja og þarna erum við að gera bæði nýja brú og erum að endurgera brúna yfir Dimmu sem er orðið mjög léleg. Og mörg þessara verkefna eru í samvinnu við vegagerðina og það verður til dæmis heilmikil stígagerð í tengslum við Arnarnesveginn sem er núna að verða veruleika aðalega Kópavogsmegin en þá fáum við tengingar inn í stígakerfið og við þessar brýr sem á að endurgera og gera nýjar og líka niður á Krókhálsi og Draghálsi að þar er verið að fara í stíg en það er til skoðunar að gera hann í áföngum. Þannig að þetta er heilmikið og þetta er annars vegar kannski hreinir borgarstígar sem við borgum 100%. Svo er þetta stígar sem eru hluti af heildarstíganeti höfuðborgarsvæðisins sem er hluti af samgöngusáttmálunum og þar kemur vegagerðin inn og svo þannig að þegar þetta tínist allt saman að þá er þetta miklu meiri framkvæmdur og meira afl sem við erum að setja í þessa grænu og virku samgöngumáta heldur en nokkuð tíman áður. Og það mætti hafa auðvitað mörg orð en mér langar aðeins bara til þess að hlaupa hratt og nú förum við svolítið hratt yfir að uppbyggingin í Reykjavík hefur aldrei verið meiri en á undanförnum árum og okkur sýnist á öllu að hún muni halda áfram af jafnvel enn meiri krafti á næstu árum. Það er auðvitað háð fjármögnunaraðilum og ákvörðunum þeirra en það er gríðarlega mikil eftirspurn eftir uppbyggingu í Reykjavík og þá þurfum við að passa okkur að finna rétt jafnvægi milli þess að byggja upp og vernda þess sem okkur þykir væntum eins og grænu svæðin og utanum þetta er haldið í aðalskipulagi og síðan hverfiskipulagi sem liggur fyrir Árbæinn og líka deiliskipulagi. Og við vorum að klára heildardeiliskipulagi fyrir Elliðaárdalinn þar sem við styrktum vernd hans frá því sem áður var. Þetta skipulag hafði verið nokkur ár í vinnslu, byggjur á eldra skipulagi frá 1994 en þarna er í raun tekið á ýmsum álitamálum eins og hvar eigi að vera stígar, hvar eigi að vera áningastaðir og hvar eigi að vera innviðir því að svona vinsælt útivistarsvæði þarf að hafa skilgreinda innviði og uppbyggða til þess að við tróðumst ekki allt og förum að í raun skemma út frá.
Í sambandi við Elliðaárdalinn því ekkert að leyna að það hefur verið mikið hitamál hér í hverfinu, sú aðgerð Orkuveitu Reykjavíkur að í kjölfar þess að hætt var starfsemi virkjunar í Árbæjarstíflu, að þá var hleypt úr lóninu sem margir sakna og ég get nú alveg sagt þar á meðal ég alinn þarna upp og hef tengingar við þetta svæði. Ég held að séu allir sammála að það var ekki vel staðið að þessu og í kjölfarið hafa sprottið bæði heitar deilur og heilmikið lögfræðilegt skak. Það búið að liggja yfir því hvað rétt að gera þarna því að óneitanlega að þá lágu fyrir álit Hafrannsóknastofnunar sem gamla veiðimálastofnun og hefur eftirlit með meðal annars villtum laxi og hefur verið á þessari skoðun eins og heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur og Orkuveitan taldi á grundvelli laga sem gilda virkjanir að ef þú hættir að vera með rekstur í virkjun og þá beri þér beinlínis að hleypa úr lónum og jafnvel fjarlæga virkjanir. En þetta nokkuð flókið lagaumhverfi því að þarna vegast á í raun skipulagslög, vatnalög, alls konar lög sem varða umhverfið og líka minjalög vegna þess að virkjunin elsti hlutanar allavega orðin 100 ára og þannig aldursfriðaður. Þannig að það þurfti að setjast yfir þetta og ég held að sú niðurstaða þeirra vinnu sem skýra því leyti að þegar þú hættir að reka virkjun að þá hleypir ekki bara úr lóni heldur þarft að leggja áætlun hvað gerist með það svæði fyrir Orkustofnun sem þarf að samþykkja það, bera það undir alls konar umsagnaraðila og standa vel að þessu. Og þetta hefur leitt til þess að Orkuveitan núna í þessari vinnu, hefur ekki lagt þessa áætlun fyrir Orkustofnun og endanlega mun þetta mál skýrast á grundvelli þess. Ég hef auðvitað fundið það að því að ég þekki vel til og þekki marga í dalnum sem að unna honum heitara en flestu öðru að þetta við skilja eftir sér sár beinlínis hjá sumum og mjög og hafa ekki vandað Orkuveitunni og jáfnvel ekki borginni heldur kveðjurnar út af þessu og það auðvitað miður. Það skiptar skoðanir hvað rétt að gera til framtíðar en það sýnist eftir þessa ítarlegu skoðun það erfitt að standa gegn þeim álitum að þetta sé það sem best fyrir náttúruna þarna, að það sé náttúrulegt flæði. En ég held að við þurfum að bíða eftir áætlunum endurheimt og dalinn og þessari umfjöllun sem eftir formlega áður en við getum sagt að það sé komið hið síðasta orð þetta. Það var komið fjölmargar góðar tillögur úr vinnu starfshóps sem fékk það verkefni að fjalla þetta mál, meðal annars það að vernda árnar með settjörnum svokölluðum, gagnvart hugsanlegum mengunarslysum og það líka tillaga í því í raun samkeppni umhverfið þarna. Ef stíflan stendur eftir varanlega en ekkert lón, hvernig á að búa að umhverfinu til framtíðar þannig að þetta verði yndisreitur fyrir hverfisbúa og aðra og það tillaga samkeppni það en ég vonast til þess að þessi hlutir skýrist þegar líður á árið og við getum í samtali, því eitt af því sem við sannarlega ættum að læra þessu máli að þarna var ekki nauðsynlegt samráð og var ekki nauðsynlegt samtal, hvorki Árbæjarmegin né Breiðholtsmegin sem að skiptir öllu þegar svona viðkvæmir hjartfólnir hlutir eru annars vegar. En já, ef við förum alveg austast í hverfið í Brekknaásinn að þá að hefjast þar uppbygging á leiguíbúðum og búsetukjarna fyrir fatlað fólk
Það að ljúka alveg í hinum enda hverfisins og loki raunar og flutt inn í allar íbúðir fyrir eldri borgara. Atvinnusvæðin eru enn að eflast í Hálsum og Ölgerðin að byggja við. Svona var þetta síðastliðið vor. Og Össur líka byggja við 3000 fermetra viðbyggingu. Í Hesthálsunum þetta strætó en þar á næstu lóð Krókhálsi 7 að koma heilmikil uppbygging og það að byggjast heilmikið við Hraunbæinn, Hraunbæ 153. Upp í Norlingaholti hafa bæst 100 íbúðir við Elliðabrautina og í Vindási þessi búsetukjarni að fara að byggjast upp við Brekknaásinn. Einn af gömlu hverfiskjarnunum sem var farin að láta verulega á sjá og draga til sín alls konar eins og einhver orðaði það, að hann að gangi endurnýju lífdaga og þarna að rísa 31 íbúð sem mun líta nokkurn veginn svona út og þetta hvíti hlutin sem eiginlega alveg búin að taka á sig mynd enda verklokkin áætluð núna og í Hraunbæ 133 líka verið að bæta við á því svæði þannig að við sjáum að það eru fjölmörg verkefni sem í gangi í Árbænum og Árbæjarskóli finnur fyrir því að það aftur farið að fjölga í skólunum og þessar íbúðir reynast vera býsna vinsælar og kemur kannski engum á óvart. En ég nefndi það áðan að við erum að fara að endurnýja götulýsinguna á næsta ári og það mun gerast bæði í öllu hverfinu og upp í Norlingaholt að sjálfsögðu líka. Eitt sem ég vildi nefna sem mjög spennandi að það búið að gera rammaskipulag fyrir nýtt útivistarsvæði Reykvíkinga í raun í túnfæti Árbæjarins. Þetta köllum við Austurheiðar. Þetta í raun norður af Fjárborgum sem það sem kalla nýja hesthúsasvæðið og þarna erum við á næstu árum að fara að gera hluti í áföngum, bæði verða komið fyrir ákveðnum innviðum þarna. Við ætlum að útfæra hundaæfingarsvæði í Skálinni eða Paradísadal, í skógarstíl eins og það orðað með breikkun stíga og þarna verða bekkir. Við Rauðavatnið að þá gert ráð fyrir svona meira leik- og dvalasvæði, einhverjum innviðum þar til að styrkja Rauðavatnið sem útivistarsvæði sem það hefur alltaf verið að svona upp að vissu marki en þarna kemur þá grillaðstaða og fleira. Og síðan gengur þetta út á það að merkja gönguleiðir og setja upplýsingaskilti og svo framvegis. Við erum í ýmsum viðhaldsverkefnum alla borg en eitt af því sem verið að liggja yfir núna í tengslum við Árbæjarskóla færanlegt húsnæði á lóð eða í nágrenni skólans fyrir skóla og frístundastarf. Það til þess að mæta nemendafjölda en líka þörfum frístundarinnar og jafnvel að einhverju leyti skólahljóðstarinnar. Það verið að stekka eldhús og bæta starfsmanna aðstöðu. Þannig að það sitt lítið að hverju sem verið að gera í viðhalds- og endurbótamálum allt hverfi. Hverfi mitt, kosningin, það kom fullt af fínum verkefnum sem urðu fyrir valinu í Árbæjarhverfi, infrarauður sánaklefi og fleira eins og vaðlaugin við Árbæjarlaug, ævintýra- og útivistarsvæði við Rauðavatn var fyrir valinu, meiri gróður, fleiri bekkir og þetta núna í hönnun, meðal annars verið að finna góðan stað fyrir æslabelgina.
og það hefur verið unnið í samráði við íbúaráðið sem hefur lagt til að annað æxlabelgurinn verði nú í Norðlingaholtinu en að hinn verði þá á svæðinu á móts við undirgöngin hjá Ystabæ sem að nýtist á bæði Ártúnsholtinu og neðri hluta Árbæjar. En þessi nýju verkefni eru öll á fullu og ef að fyrir áhuga fólk kosningar þá má ég segja að æxlabelgir hafi rústað hverfakosningunum alla borg. Ég held að Grafarsbúar hafi kosið 3, þið 2 og þannig var þetta bara. Þetta verður bara næsta sumar þá verður allir hægt að hoppa sko, í hvaða hverfi sem er. En öll þessi verkefni sem ég hef verið að fara í gegnum þetta sem eru þetta mjög mörg og munu leiða af sér betri innviði, betra hverfi og betra umhverfi. Þetta er hluti af heildarhugsun. Þetta er hugsun sem að einu nafni kallast grænaplanið, sem er fjárfestingaráætlun til framtíðar, þar sem við vorum að bregðast við í raun efnahagslegri stöðu eftir COVID, en leið að flýta verkefnum sem fær okkur inn í raun græna borg sem leggur áherslu á lýðheilsu, að við getum verið virk allt fram á efri ár frá vöggu til grafar. Við erum að fjárfesta í umhverfinu, við erum að fjárfesta í samfélaginu, við erum að fjárfesta mikið í skólabyggingum og fjárfesta í raun í framtíðinni. Þannig að þetta er svona framtíðarsýnin og sóknaráætlunin út úr núverandi stöðu og af öllum tölum að dæma þá gengur okkur að mörgu leyti vel þó ég þurfi ekki að minna á að það eru viðsjár í heiminum, það er stríð í Úkraínu og það er örugglega fyrir mörgum eins og mér að einhvern veginn vakna og sofna hugsandi það. Þetta er algjörlega yfirþyrmandi ástand. En við mörgu leyti og maður hugsar það þegar maður spjalla við börnin sín gott að búa hér í þessum góðu hverfum með þessa sterku þjónustu og friðsamlegt samfélag sem er á hverju ári að þróast til betri vegar. Við erum með nokkuð svona siglingakort fyrir það í Árbænum sem er hverfiskipulagi sem liggur fyrir samþykkt og mjög margir komu að og það var gríðarlega margt rætt í þessu. Og þetta í raun leysir af hólmi eldra deiliskipulag. Nú er þetta nálgast þetta inn á hverfiskipulag.is þar sem er þetta að fara í gegnum hverfi, sjá allt sem má gera. Þetta er líka til á bók fyrir þá sem vilja liggja yfir svo þær líta svona út, eru reynda gullfallegar en aðgengilegar og svona Árbærinn var fyrsta hverfi sem fekk hverfiskipulag og svona erum við að fara hverfi úr hverfi. Og mjög mikil framför í þessu og skora á fólk sem hefur áhuga á hverfinu og þróun þess að kíkja á hverfiskipulagið og það er hægt á netinu og hér eru tenglandir. Það er auðvitað muna hverfiskipulag.is. En lengri var þessi yfirferð ekki. Ég hlakka til að taka spurningar hérna eftir en vil bara ítreka þakkir fyrir frábæra móttökur í öllu hverfinu og skemmtilega hverfa heimsókn og hverfa viku. Takk. Já, takk fyrir þetta Dagur og við ætlum að snúa okkur á næsta dagskrárlið sem er myndband og það hefur verið fastur liður í þessum heimsóknum í hverfin frá íbúa Þorgerði Sigurðardóttir sem að ég manni býr í Hábænum og er sjúkraþjálfari held ég ef ég fer mér rétt í þessu en það er svona myndband hvernig er að vera árbæðingur. Það er spennandi. Gjör svo vel. Við hjónin fluttum upp í Árbæ 1995 með 3 stelpur og svo eignuðumst við 4. barnið einkasoninn nokkrum árum síðar.
Fyrir mig sem er fædd og uppalin út á landi er þetta algjör draumur að búa í Árbæ. Mín þekking tekur aðalega til þessara frábæru útivistar. Að hafa þessi grænu svæði þarna allt í kring, mér finnst að gera borgina mjög mennska. Mér finnst að gefa mér rosa mikið súrefni svona í lífið og sálarró og slökun eftir kannski krefjandi vinnudag. Elliðaárdalurinn er náttúrulega afskaplega grænn og þarna erum við með náttúrulega fylkisvæðið efst í Árbæjarhverfinu sjálfu og sundlaugina sem er dásemd. Síðan getur maður labbað eða hlaupið eða hjólað niður fyrir stíflu og farið niður í Hólmann og þar fáum við allt annað veðurfar. Maður getur verið að fara endalaust nýjar leiðir. Að hafa skólasvæðið og nokkra leikskóla, íþróttasvæðið og sundlaugina allt á sama punkti er stór og mikill kostur. Mér finnst gott að sjá að það er verið að byggja meira í Árbænum því að ég þekki það í gegnum mín börn sem eru uppkomin að það vantar kannski möguleika á að stækka við sig, stærri blokkaríbúðir verða vonandi í boði. Ég er mjög spennt fyrir því sem er verið að gera niðri við rafstöð, fjölskylduvænt, útivistarsvæði með kaffihúsa ívafi. Ég held að Árbæningum þykja óbáslega vænt hverfi sitt, íþróttafélagið, sundlaugina og það sem menn koma saman og ræða og leysa lífsgátuna. Ég held að Árbæingar standi saman að flestu leyti þó að við séum jafn ólík fólk alls staðar annars staðar. Og ég held að við séum þorp í borg, ég held að. Mér líður þannig. Já. Klöppum fyrir Þorgerði. Hún lýsti þessu bara mjög vel, hvernig að vera Árbæingur. Þetta er dásöndin einn. En ég minni bara á það að spurningar og annað slíkt verði í lokin á fundinum. Þannig að við ætlum næst eins og að tala um það sem hún komið hér inn á aðeins, hún Þorgerður í myndbandinu, sem er það sem er að gerast neðarlega í Elliðaárdalnum við rafstöðina, þar sem er verið að byggja upp safn og mikið útivistarsvæði og skemmtilega hluti. Og hingað er komin Birna Bragadóttir sem er forstöðu kona Elliðaárstöðvar og hún ætlar að segja okkur svona nánar frá þessu. Gjörðu svo vel, Birna. Stekk bara niður. Já, komið sæl. Á ég að standa hér eða skiptir það máli? Nei, ok. Kannski bara betra að standa hér. Komið sæl, Birna heiti ég og takk kærlega fyrir að bjóða mér á þennan fund. Það er bara mikill heiður að fá að vera með ykkur inn í dag. Ég starfa sem forstöðukona þessa nýja áfangastaðar í dalnum okkar sem að senn fer að svona komast í gagnið og það er ótrúlega gaman að fá að tækifæri til þess að kynna verkefnið og svona áformin og stöðuna og svona hvað er framundan fyrir ykkur núna. Elliðaárstöð, 100 ára. Þetta er svona frekar tómleg mynd en svona var þetta árið 1921 og tilkoma þessar stöðvar, hún eiginlega bara breytti líf okkar borgarbúa. Og þetta er rosalega merkileg og mikilvæg saga, framfarasaga borgarinnar sem að var náttúrulega byggð á 18 mánuðum fyrir samtakamátt okkar borgarbúa saman og við í rauninni eigum þetta saman og höfum tilkall til þess og getum verið gríðarlega stolt að þessu vegna þess að þarna var borgin, hún var 18.000 og 18.000 manns og þetta var bara byggt á 1,5 ári, eitthvað svoleiðis. Þannig að það var ekki, menn voru ekki lengi að framkvæma þessa. En þarna sjáum við líka hvað dalurinn er pínu tómlegur. Og það var á 30 ára afmæli Elliðaárstöðvar sem að skógrækt hófst í dalnum. Og mér finnst það falleg saga, svona með tilkomu, það var ákveðið á 30 ára afmælinu að byrja að gróðursetja og þetta er mynd frá þeim tíma og það voru farnar og þetta var
svona eins og mér sögð sagan að þetta var svona kannski leið starfsfólksins sem að vann við það að virkja hérna árstrauminn, þannig að hann varð að rafstraumi, að gefa tilbaka til náttúrunnar með skógræktinni. Og þarna voru farnar vikulegar, það var unni náttúrulega laugardögum en hjá rafveitunni var hætt á hádegi á laugardögum og þá að fara í skógræktarferðina og það, mér skilst að stundum hafi verið drukkið svolítið og þess vegna svona línan ekki alltaf symmetrísk svona í hálfmánum, þannig að en þetta skemmtileg saga og þakklátt að þetta hafi verið gert. En þið þekki náttúrulega dalinn öll og ég þarf svo sem ekki að segja ykkur hvað hann verðmætur og yndislegur, en þetta þetta hjarta Reykjavíkur, en þetta líka svona hjarta svolítið orkunar í borginni, það sem að við erum, þetta náttúrulega algjörlega einstakt svæði, það sem að við erum ekki bara með laxveiði á en í miðri borg, heldur við erum þarna með líka fyrsta vatnstökusvæðið, við erum með rafveituna, fyrsta rafveitan í borginni, þarna eru við líka með hitaveitur, það eru alveg fjölmargar borholur í dalnum líka og þannig að þetta svæði algjörlega einstakt og svo fyrir utan að vera svona mikið útivistarsvæði. Og þessi mynd svolítið svona tákgræn sem að myndi ég segja við fengum þennan strætó mertumann og í tilefni af 100 ára afmælinu vegna þess að þarna eru við með fyrstu orkuskiptin og rafmagnsstrætóin sem eru þá þriðju orkuskiptin og svo fengum við iðnnema sem eru hjá okkur í vinnu til þess að vígja strætóin og fara fyrstu ferðina. Þannig að alltaf því ég sé hana strætó ég alltaf rosalega ánægð og stolt og ég myndi náttúrulega vilja hafa alla strætó, rafmagnsstrætó. En þeir eru samt nokkru og fer fjölgandi. Já, og svona eitt af markmiðum með þessu svæði sem ég ætla kannski aðeins að fara í gegnum með ykkur rétt á eftir að gera þetta æða- og taugakerfi borgarinnar eins og við köllum þessa miðla sem eru allt liggjandi og undir okkur og við viljum kannski tökum ekkert eftir þeim dagsdaglega en við tökum sannarlega eftir því ef eitthvað klikkar og þetta svona þessi grunnur á lífsgæðum og kannski svona lyfta því aðeins upp á yfirborðið og ekki fysiskt til að lyfta því upp á yfirborðið en svona til þess að segja frá því og líka fræða fólk og börn og ungmenni og skoða aðeins hvernig við vinnum með þetta áfram. Og þetta auðvitað grunnur okkar lífsgæðum. Og þetta svona, ég vil kalla þetta áfangastað sem við erum að byggja upp af því að við erum auðvitað að gera þetta líka í samvinnu við notendur dalsins, gesti dalsins og þetta á að vera samfélag líka því að dalurinn nú þegar mjög mikilvægt samfélag og ég held að með tilkomu og þessar uppbyggingar þar sem að við erum að hætta að virkja til þess að framleiða rafmagn og förum að virkja aðra hluti í nýsköpun, fræðslu og hönnun og vísindum og þess áttar, það sem að bara okkur dettur í hug að gera og við vitum ekkert nákvæmlega alveg hvernig það verður en við erum með svona góðar hugmyndir. Rafstöðin sjálf, eða Elliðaárstöð, hún svona hennar hlutverk og það svolítið gaman núna, við erum að undirbúa það að fara að geta opnað hana betur fyrir gestum, þannig að það ekkert endilega mjög margir sem hafa farið þarna inn og fengið að skoða hana almennilega vegna þess að hún var auðvitað alltaf í notkun og þetta var náttúrulega kannski svona hættulegu staður til þess að fara inn á. Það sem að, já, hér ekki stöðastöruhús, ég ætla að sýna ykkur betur það sem við gerum með það. Hér á þessum stað, í torfunni, það sem að fjósi og smiðjan var og hlaðan, að þar verður kaffihús eða veitingarekstur og við erum auðvitað mjög spennt að sjá hver mun veita þá þjónustu. Hér verður bakvið þarna það sem að opni skúrin þetta verða almenningssalerni og svona þurrklefi fyrir útivistafólk sem að kannski og getur líka sest þarna niður og fengið sér nesti til þess að komast á salerni og það náttúrulega kannski í dag engin þannig aðstæða eða þannig þjónusta fyrir gesti og kannski það sem skemmtilegt við svæðið náttúrulega útisvæðið sjálft. Við erum að sýna í
í svona götugrafíkinni hvernig veiturnar eru undir okkur að tengja okkur saman. Svo erum við gríðarlega skemmtilegt útisvæði, bæði erum við með Röragarð sem skemmtilegu leikgarður og svo erum við með hérna svona garð sem ber vinnuheitið Sulló sem svona í beinu framhaldi af kaffihúsinu, þannig að það mjög auðvelt að fylgjast með börnunum. Það sem svona endurgerð af stíflunni og hérna það pumpa sem dælir vatni út og vera að sýna hvernig við búum til rafmagn, hvernig árstraumur verður að rafstraumi. Og þetta svona eftirlíking af og svo hérna pínu hólmi með svona trjám og gróðri í miðinu og þetta verður bara svona leiksvæði sem krakkar hérna geta verið að leika sér og vonandi fá líka mikið af skólahópum til þess að koma og þetta gefur manni náttúrulega, eða gefur okkur tækifæri til þess að líka að fræða í gegnum þá leik. Og svo fyrir yngstu börnin verður svona minnigerð af svona Sulló, þannig að þetta ekki fyrir fólk ef við viljum hafa börnin okkar fín, þannig að hérna getur komið í pollagallanum að leika, sem náttúrulega bara geggjað og það náttúrulega, við vorum svo heppin að fá skemmtilega vinningstillögu í hönnunarsamkeppni hjá frábæru teymi sem kalla sig Terta hönnur og arkitektar sem unnu að þessari tillögu. Svo mun svona þetta veitutorg hérna í kring safna regnvatni og bjóð upp á alls konar möguleika. Dofri sem Guðborinn Dofri, hann mun fá sinn stað og sitt heimili á svæðinu og það ótrúlega gaman að geta tengt saman þá fyrstu orkuskiptin önnur, af því það mjög mikið af og hægt að fara í skemmtilegar hitaveitugöngur dalinn og fræðast jarðhitann. Og við verðum með höggbor líka og svo kannski það sem að því að leikhópurinn Lotta hefur átt heimili í dalnum, að þá í samvinnu við þau útbjögum við svona leikhústún sem mjög skemmtilegt, þannig að þau svona unnu það með okkur hvernig þau sáu það fyrir sér að til þess að geta verið áfram með leiksýningarnar sínar á miðvikudögum. Þannig að þetta svona gróf yfirlitsmynd og þetta 11 stöð eins og við þekkjum hana, hún náttúrulega svona bara orðin safngripur og bara, það alltaf upplifun að koma í hana og ég býð ykkur bara alltaf velkomin í heimsótti mín. Ég búin að hreiðra, við erum búin að hreiðra okkur efri hæðinni í gamlu rafstöðinni, fengum smá vinnurými þar og ég eiginlega get ekki lýst í hvað það góður andi í dalnum og gott að vinna þarna. Þannig að það alveg mjög skapandi og gott umhverfi. Stöðvarstjórahúsið sem var, stöðvarstjórinn bjó í og var í rauninni heimili 3 fjölskyldna sem unnu í rafstöðinni. Það verður að heimili Veitnanna, það sem verður útbúið svona sýning, það sem hver og ein veita mun hafa sitt herbergi, það sem við segjum frá því hvernig hlutinni voru, kannski eru núna og svo geta orðið í framtíðinni. Þannig að þetta verður svona tæknisýning. Veitingaþjónustan verður, ég held að hún verði bara gríðarlega mikil og góð viðbót við dalinn og svo þessi vatnsleikjagarður og ég vil eiginlega freka kalla þetta nokkurs konar Sulló því að það halda allir að verða einhver svona vatnsrennibrautir þegar maður talar vatnsleikjagarð og leikhústúnið sem mun glæða þetta lífi og svo auðvitað Dofri og höggborinn. Og markmiðið auðvitað líka, þetta þessi bygging og hvað við ætlum að gera og hvað við erum að framkvæma. En svo náttúrulega aðalatriðið að þetta verði svona lifandi áfangastaður og það sem að gestir koma saman til þess að njóta og fræðast og upplifa og skapa og njóta lífsins. Og við erum bara farin af stað og við erum búin að gera heilmikið þó að við séum ekki búin að opna formlega og það náttúrulega kannski kosturinn við svona verkefni þegar maður svona þessi mjúk opnun vegna þess að þá getur maður aðeins unnið líka, maður prófar að vera, að tala við fólk sem notar dalinn og þykir vænt dalinn og ýmsar hugmyndir skapast í gegnum þessi samtöl og líka bara á því að við erum bara ófeimin við að prófa og stundum textað og við sjáum að stundum kannski fellur það ekki í krami og þá það líka ákveðin lærdómur líka.
Við erum búin að gera og ætlum okkur að gera enn meira varðandi svona fræðslu, bæði til skólahópa, þú veist, og almennings þá orku og vísindin og framfarasögu borgarinnar sem að tengist því. Og við erum að taka á móti skólahópum, höfum gert það og bara náð að gera alveg heilmikið með þeim þrátt fyrir að vera ekki komin með alla þessa aðstöðu. Og það líka bara ótrúlega gaman að þróa það efni í samtali við nemendur og kennara. Við höldum utan iðnir og tækni sem samstarfsverkefni með Árbæjarskóla, þar sem unglingar hér koma í heilan vetur þar sem að þau læra svona iðn og tækni greinar og koma einu sinni í viku til okkar og það hefur verið í mörg ár og það eru reyndar fleiri skólar farnir að sýna því áhuga að fá að koma, þannig að þetta hefur verið bara vel heppnað. Við erum búin að vera í samstarfi við Ferðafélag barnanna og við erum búin að hanna svona ratleiki og fleira tengt orkunni í dalnum. Svo erum við náttúrulega líka staður upplifunar og okkar markmið að tengjast lista og menningar lífi borgarinnar ásamt svona íþróttum og verðum með til dæmis á barnamenningarhátíð svona minni viðburð núna í ár. Við verðum með stóran viðburð á Hönnunarmars og þá erum við fyrst og fremst og það heppnaðist alveg gríðarlega vel hjá okkur í fyrra þegar við ákváðum að prófa. Og þá erum við fyrst að því að við erum að hugsa á stöð sem svona fjölskyldu staða, þá erum við meira með svona dag- og helgarviðburði og svo miðborgin með kannski meira fleiri viðburði og auðvitað kannski partíin og svona, en við erum ekki þar. Svo eigum við þetta samstarfi Lottu og við erum búin að prófa að gera svona skapandi námskeið og vinnustofur og fleira. Þetta, ég veit ekki hvort að þið eru búin að sjá þetta, við létum setja í tilefni af 70 ára afmæli skógræktarinnar að þá fengum við 3 hönnunarteymi til þess að búa til skemmtilega svona nálgun í hönnun inn í skógarjóðrum í skóginum og þetta eru allt verkefni sem til dæmis hægt að nota í útikennslu og gríðarlega vel heppnuð og við erum búin að gera leiðsögn í kringum þetta, þannig að förum við oft með skólahópa og það hægt að læra ýmislegt skógarlíf þarna og náttúruna. Já, útiveran. Þetta gönguhópurinn Álfarnir sem kemur alltaf sem koma reglulega í Elliðaárdalinn og eru miklir vinir okkar og við fengum þá til þess að þau meðal annars til þess að prófa með okkur græna göngumaraþon Elliðaárstöðvar sem við prófum síðasta haust og það kom eiginlega til þess vegna þess að hugmyndin kom frá í samtali við akkurat álfana vegna þess að hvernig fer maður maraþon, sumir hlaupa það á einum degi eða nokkrum klukkutímum, en það má líka brjóta það niður í bita og við í framhaldi af því samtali þá fannst okkur svolítið skemmtilegt að hanna göngumaraþon sem voru 7 hringir á grænum stígum í Elliðaárdalnum, tengja sig alveg alla leið inn í Heiðmörk og Hólmsheiði og allt nýju stígar, allt græni stígar og maður fer aldrei sömu leiðina sem sýnir manni hvað náttúran í nærumhverfinu mögnuð og einstök og kynnir fyrir fólki nýja gönguleiðir og gríðarlega vel heppnað. Þannig að við ætlum að því þetta var tilraunaverkefni í fyrra, fengum 60 manns til að prófa þetta, að þá ætlum við að bjóða borgarbúum bara að taka þátt í þessu með okkur næsta haust. Ásamt því að við erum að plana svona nokkurs konar hjólakarnival og náttúru- og fræðslugöngur og svo erum við náttúrulega líka bara í samstarfi við hreyfi- og útivistarhópa sem að nota dalinn og erum tilbúin til þess að vinna með fólki eða með þannig hópum sem bara skemmtilegt að því allt þetta býr til betra líf og betra samfélag. Svo það þetta veitingaþjónustan bara upp á tímalínu því ég mjög oft spurði því hvenær opna kaffihúsið og svona með að við núverandi stöðu að þá getur sagt hún opna í haust og salernisaðstaðan verður líka tilbúin í haust en bara til þess að mæta sumrinu að þá fékk ég afnot af rými inn í straumskiptistöðinni sem að
það er ekki byrjað á neinum framkvæmdum þar, síðar verður þar sögu- og tæknisýning, þó að ég segi reyndar að svæðið allt sé reyndar sögu- og tæknisýning, og þar ætlum við að vera með svona gestastofu og þjónustu við gesti dalsins og vera með aðstöðu til þess að taka betur á móti skólahópum og erum að svona þróa vísinda- og hönnunarverslun og alls konar skemmtilegt. Þannig að þetta var svona bara gróft yfirlit það sem í gangi. Ég býð ykkur hins vegar bara alltaf velkomin í samtal og heimsókn og vonandi komið til með að nota og njóta með okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Birna. Þetta hljóma vel, nú veit maður hvað maður gerir í ellinni. Maður verður þarna að dunda sér í dalnum. Nú komið að þessum skemmtilega tímapunkti, spurningar úr sal og annar staðar frá. Og svona varðandi það, þegar að þeir sem eru í sal spurja borgarstjóra spurningar, þá best að bara rétta upp hönd og síðan fer mikrafóninn á viðkomandi, þannig að það heyrist nú líka fyrir þá sem eru að horfa á þennan fund í streymi heima á sér. Þannig að, og svo þetta venjulega svona bara stuttar og hnitmiðar spurningar. Það var nú borist hérna, þættinum hafa borist spurningar, eins og sagt og já, ég kannski að byrja á þeim bara, því að það komið svona tölvuleiðina og það hérna María Garðarsdóttir, hún að tala þetta nú vísum tvær spurningar sem báðar beinast eiginlega að íbúakjarnanum í Hraunbæ 103, 105 þessum íbúðir eldri borgara og það verið að tala að það sé illfært á milli út í þjónustumiðstöðuna þar sem að fólk að nota halli niður og við í hálku og hættulegt. Hér býr fólk með mismunandi fötlun og margir með hjólagrind sem ekki komast í þjónustumiðstöðuna þegar snjór svona mikill. Margir fara þangað til dæmis í hádeginu. Hefur eitthvað verið skoðað sér til dæmis bogagöng eða eitthvað frá Hraunbæ 103 sem sagt yfir í félagsmiðstöðarhlutann 105. Og svo næsta spurning eiginlega sama með því, þannig ég tek hana bara líka, það Aðalheiður Önundardóttir. Ætla borgin ekki að gera eitthvað fyrir 60+ íbúa hverfisins sem vildu halda sig í sínu umhverfi og keyptu nýlega eign í Hraunbæ ABC. Það vantar sárlega að tengja þetta nýja fjölbýli betur við þjónustumiðstöðuna við hliðina á. Það boðið upp á hádegismat og ýmiss konar félagsstarfsemi fyrir 60+. Aðgengi milli fjölbýlishúsanna mætti bæta til dæmis með betri göngustígum með hita undir og ekki væri verra ef hann væri yfirbyggður. Hugsum vel þá sem byggðu upp þessa borg. Ég veit bara varðandi þetta að íbúar hefur verið að skoða eitthvað með upphitaðan stígana. Akkurat. Nefnt hérna. Já, ég líti eiginlega á þetta sem tvær spurningar, annars vegar varðandi ástandið á götum og stígum sem hefur verið erfitt í raun í allan febrúar og sérstaklega þegar að við höfum ekki undan og það myndast klaki og það var verið núna reyndar síðustu daga innan 60 vélar úti að brjóta klaka og reyna að bæta en ég fór nú allt hverfi fyrir í dag og þetta víða ansi stórskorið, satt að segja. Þannig að við verðum að hafa okkur öll við og þó við höfum bætt í snjómoksturinn fyrir svona það bil 10 árum og gengið býsna vel og ég dreg ekkert úr að það hefur verið unnið nótt og dag að þá veltum að því fyrir sig hvort að sé einhverju leyti bara líklegt að verði svona meira öfgar í veðri þegar við hugsum inn í framtíðina og við þurfum bara að búa okkur undir það að vera með aukin viðbúnað vegna þyngri betra. Ég held að við munum kalla til einhvers konar sérfræðitími til að leggja mat á það en upphitaði stígar hafa sannað sig og ef þeir eiga einhvers staðar við þá held ég að þeir eigi við til dæmis við svona aðstæður því að blokkinni var beinlínis valinn staður til þess að geta notið góðs af nábýlinu við þetta fína samfélagshús eða þjónustumiðstöð og það heitur matur og
ég held að við bara setjumst aðeins yfir það hvernig væri best að leggja þennan stíg og ég held að rökin liggi alveg fyrir og hugsunin sé algjörlega rétt hjá fyrirspyrjanda. Tekum til það, þetta nú ekki langur stígur, þannig að þá það kannski spurningur á sal, þá bara rétt upp önd og Bjarni kemur hérna með mikrofóninn og þið kynnið ykkur bara nafn. Sæll Dagur minn, Nökkvi heiti ég, bý upp í Norðlingarholti. Ég er með nokkrar spurningar. Okay. Hvernig komst þú hingað aðan? Ég kom með metanbílnum. Já, ok, ekki á hjóli. Hvernig það til dæmis eins og með íbúðirnar upp í Hraunbæ sem eru nýjar? Það 0,9 bílastæði á hverju íbúð. Hvaða rugl er þetta? Þetta byggir á samgöngumati á hverjum einasta reit þar sem við byggjum að þá lagt mat á það hvað er réttur fjöldi bílastæða og við erum að reyna að styðja við meðal annars með stígagerð og betri almenningssamgöngum við fjölbreyttari ferðamáta. Þannig að niðurstaðan varðandi Hraunbæinn var að hafa 0,9 stæði per íbúð, sums staðar ferða niður í 0,5 þar sem að íbúðurnar í návi við borgarlínu, stundum það heldur meira og það metið af umferðarverkfræðingum hverju sinni. Og svo það borgarlínan. Að hvernig væri það að pröfa bara að gefa frítt í strætó í 1 ár og sjá hvað fólk myndi gera í því? Í staðinn fyrir að vera að eyða einhverjum tugum milljarða í eitthvað verkefni sem að enginn hérna að fara að nota því að strætóarnir eru mannlausir. Já, það reynda farnar 1 milljón ferðir í hverju einasta mánuði með strætó á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þeir eru ekki mannlausir, þeir eru þvert á móti mjög mikilvægir. Tökum dæmi, á háannatíma á Miklubraut eru 30% þeirra sem fara Miklubrautina í strætó. 30%. Ef það væri ekki, eins og ef það væri verkfalli á strætó og allir væri á eigin bíl, þá myndi ástandi versna sem því nemur. Og þess vegna þetta fín spurning því að ef við ímyndum okkur að það haldi áfram að fjölga á höfuðborgarsvæðinu sem við vitum að það mun gera og það var spáð 2015 að það myndi fjölga 70.000 manns og við eflum ekki strætó, þá þéttist bara umferðin á götunum og þyngist meir og meir. Ástæðan fyrir því að allir voru sammála að leggja áherslu á borgarlínu, þvert á flokka og í nágrannasveitarfélögum þar sem að sjálfstæðismenn ráða og svona, var að það kom út úr þessum greiningum að besta leiðin til þess að hafa betri umferð líka fyrir þá sem ætla áfram að keyra bíl að efla almenningssamgöngur, efla hjólreiðar og gera ákveðnar breytingar fyrir bíla og stofnbrautakerfið. Þannig að þetta var svona balans, þannig að þetta byggt á mjög góðum greiningum á því hvað best fyrir svæði heild þegar til langs tíma litið. Varðandi spurningunum frítt í strætó að þá hún góð og hún áhugaverð og við höfum gert stóra tilraun í þessu á nokkuð stórum skala. Við vorum með frítt fyrir námsmenn í nokkur ár. Það ekki allir. Sú tilraun leiddi í ljós að það breytti lítið notkun. Það sem virðist skipta meira máli aukin tíðni, örugg þjónusta og þú getur gengið að henni sem vísri. Belgar gengur lengra. Þeir gerðu tilraun sem var hugsanlega mannréttindabrot. Þeir voru með frítt í strætó fyrir flæmskumælandi en létu frönskumælandi borga. Og þannig komust þeir að því að það þjónustan sem skiptir máli en ekki nákvæmlega hvað það kostar. Því að það góðu díll að taka strætó með við það að reka bíl með öllu sem að því fylgir. Þannig að þetta virðist ekki vera kostnaðarspursmál, þetta virðist vera þjónustuspursmál. Ég allavega ekki hrifinn af þessu borgarlínu bullinu. Nei. Ég sjá það. Já. Ég heyri það, en kíktu á þetta Nökkvi, það til fullt af greiningum, mjög margar skýrslur og ef þú ætlar að keyra bíliðin áfram og það þitt val, þá borgarlínan best fyrir þig. Nei. Það ekki svona eitthvað. Fleiri út í sal sem vilja spyrja? Já, gjör svo vel. Já, góða kvöldið. Kvöldið.
þetta mjög fróðlegt hvað verið að gera margt í hérna Árbæjarhverfi og ég hjó eftir því að það Rofabærinn sem jú aðal æðin í gegnum hverfið, það á að halda áfram að gera hann huggulegan og flottan og það vel. En hvað með Hraunbæinn sjálfan? Götuna sem að allir íbúar keyra fram og tilbaka alla daga ársins, oftar en einu svona, oftar en tvisvar á dag. Mér finnst hún hafa orðið svona svolítið útundan. Það undir okkur íbúanum og eigandum íbúana komið að endurnýja til dæmis allar stéttar, upp úr og niður úr, allar göngustéttar. Þetta náttúrulega hundgamalt fyrirkomulag og barn síns tíma. Í dag sýnist mér borgin vera að gera, sjáum svona gangstéttagerð, hvort sem það fyrir fram að nýju blokkirnar, í nýjum hverfum eins og í Valslíðinni og þar. Kemur það til greina að borgin komi með okkur íbúum í endurnýjun á þessum gangstéttum öll. Og nota bene, ég glemdi, ég hérna fyrir hönd lóðafélags 4 í Árbæ sem tekur yfir 115 íbúðir hérna upp frá. Spurning númer 2, við erum þarna efst í Hraunbænum og það þannig að eins og núna hefur verið að undanförnu að þegar það mokaður snjórinn eða ruddur snjórinn á morgnana þá farið upp Hraunbæ, beygt upp Tunguhálsinn og upp eftir. Litla kaflanum frá 166 og upp úr sleppt og við þurfum að vera vælandi í þjónustudeildinni að koma, eða þjónustusviðinu að koma og moka. Þennan litla stúf, af því þetta telst einhver íbúagata 3 eða eitthvað þvílíkt. Þennan litla stúf fara 200 íbúðir sem að fara bara þennan litla stúf frá 166 til 198 og síðan 963. Einhver leið til að fá moksturinn alla leið upp úr í staðinn fyrir að við séum vælandi þetta út þegar tíðin svona. Mín tilfinning hefur verið svolítið svona the computer says no. Það bara, sorry, þetta bara svona. Þetta þær. Takk fyrir og bara mjög góða spurningar. Það alveg rétt að í raun lóðina bara til þess að svona, ef við byrjum á það, lóðunum myndi aldrei vera úthlutað svona í dag. Það alveg hárrétt að þegar ný svæði að ræða að þá það almennt þannig að frá götu og nánast að húsi eða að lóðamörkum heldur, þar borgin og borgarland og oftast, ekki alltaf en oftast eru stígarnir þar og það leiðir mjög oft til vandræða ef að það ekki þannig að borgin sé með stígana. Við erum með þannig reyndar mjög þekkt dæmi niður við Sléttuveg þar sem eru mikið húsnæði fyrir eldra fólk að þar það lóðafélagið sem á stíginn og hirðir ekki hann eins og öðrum stígum og þetta eilíft bitbein. Það eins og það í mörgum hverfum sem voru byggð á svipuðum tíma á Hraunbæjarblokkirnar, til dæmis niður í Bústaðahverfi, upp með öllum Sogavegi, að þar eru ekki bara stígarnir, þetta líka göturnar í eigu þeirra sem búa þarna. Sumstaðar hefur náðst góð samstaða, það búið að malbygga og þetta mokað í einhvers konar sameiningu. Sumstaðar ennþá malargötur vegna þess að hefur ekki náð samstaða. Spurningin sem mjög praktísk væri hægt að fara í þetta í einhverju sameiningu og einhvern veginn breyta þessu. Það örugglega hægt að finna leið í því. Það sem að hefur og gæti hugsanlega reynst flókið að ná samstöðum það. Það eru nokkur ár síðan að það var efsta húsfélagið sem nú kannski heitir Húsfélag 4. Bjössi var þá í forsvari fyrir það, ég veit ekki hvort að hann búið þarna ennþá, að þá létum við skoða svona einhverja möguleika á þessu. En það strandaði svolítið á því að ef að húsfélagið ætti að koma inn í þetta og kostnaðinn þá væri það sama dæmi og áður, það þyrftu einhvern veginn allir að vera sammála ef það ætti að breyta og svo framvegis en kannski komin svo tími að allir sjá að þetta ekki gott
og þannig að fólk sem býr ekki í þessum blokkum átti sig að stígurinn eftir endilöngu hverfinu sem á milli blokkana bara hluti af lóðunum. Og það kann enginn þessa sögu betur en Reynir Vilhjálmsson sem skipulagði hverfið og við farið oft í sögugöngur að það var í raun ekki einu sinni þannig að lóðunum í heildstundum væri útlutað heldur hverri íbúð fyrir sig í blokkunum, svo byggði fólk eiginlega bara eigin blokkir, ekki með hjálpendilega verktaka, eitthvað sem væri óhugsandi í dag. En þetta leiddi til þess að það tók mörg ár að ganga frá lóðunum, að það þurfti ná samstöðum það í hverri lóð fyrir sig, og núna eru þessi stígar komnir mjög á tíma. Ég veit ekki hvort að þetta umræðan í fleiri húsfélögum, því að ef við færum í svona lausnaleiti í þessu, þá held ég að við þyrftum að gera eitthvað sem væri það skynsamlegt að það myndi geta gilt í að sjálfsögðu öllu svæðinu niður allan Hraunbæinn, en það eru fjöldi svona svæða alla borg þar sem ekki alveg sambarlegt en svipað. Þannig að þetta í raun líka bara rekstrarmál og peningamál, og svona, þó að einn og einn reikningur sé ekki stærstu tölurnar, þá málin í heild geta reiknast á ansi háa fjárhæðir. Já. Það svolítið erfitt einmitt ef þeir sem að horfa það ágætt bara, já. Það eru heilmiklar framkvæmdir í gangi hjá okkur. Lóðin mjög stór og við erum til dæmis inn í Önu eins og þú kannast við úr Árbænum. Þar stór og mikill leikvöllur sem að kosta mikið að endurnýja og við höfum verið að gera þetta. Nú komið að í sumar og núna í ár, eða síðasta ár, að þá lögðum við drög að rafstöðvum og erum komin með 3 staura sem að verða fyrir 6 hleðslur og það bara byrjunin. Og nú komið að þessum gangstéttum sem að eru allar orðnar svona ansi illa farnar og fólk bara spyr hvernig stendur á því að við erum að borga þessar stéttir hér og svo borga borgin hérna hinum með við götuna. Og það akkurat það, lóðamörkin eru alveg út af götu. En við óskum sem sagt eftir því og ég alveg viss það að það getur orðið mikil samstaða þetta í þessum lóðafélögum. Já, vandinn kannski sá að þú verður eiginlega að breyta prinsipinu, þú verður eiginlega að færa einhvern veginn lóðamörkin eða finna einhvern veginn út úr því. Til dæmis að þú nefndir Hlíðarendablokkirnar á Valsvæðinu, þar eru það húsfélögin sem eru með inngarðana. Já, ég veit það. Já. En þú að tala við son móður sinnar sem var árum saman formaður hús eða lóðarinnar þar sem Hraunbær 156 þannig að ég vann sem sjálfboðaliði við Kantskurð í mörg ár einmitt af því að lóðafélagið þurfti að sjá þetta sjálft og voru ekkert allir að bjóða sig fram en svo var þetta að fá nokkra tíkalla líka fyrir að gera ýmislegt þarna, en það stóð öll undir boða. Það náttúrulega með þessi lóðafélög eins og annars ef maður opna munnin á fundi þá manni kippt inn því að það ekkert vinsælt að vera að vinna svona í þessum lóðastjórnum. Enda sagði ég ekkert að mamma hefði verið vinsæl. Nei. Ég það kannski ekki heldur. Og heldur ekki þegar hún var formaður Hallgrímsdeildarinnar, en hún hreinsaði hins vegar upp alla skuldi deildarinnar. Já. Og það var bara með hörkunni. En hin spurningin var forgangsröðun gatna í snjómokstrinum. Og þar þarf að vera ákveðið samræmi en ég eins og þú hefur verið hugsað yfir bara þessum snjóþunga vetri ef að þessi snjóþyngst verður reglan að þá þarf meira til það alveg ljóst við vorum með eftir hennar snjóþunga vetur 2000 var nánast snjólaust í 10 ár en svo hafa verið snjóþyngri vetur í 10 ár núna og við jökum fyrir nokkrum árum viðbúnaðinn að því við bjóðum þetta út og þurfum að tryggja verktakarnir séu klárir með vélar og tæki og mannskap til þess að fara út þegar við köllum sem oftast á nóttunni en ef að veturnir verða áfram svona snjóþungir þá finnst mér augljóst að þurfa að bæta í það ennefnilega svo vont ef það nær að myndast klaki
að þá verður þetta svo tafsamt og erfitt og skorið og getur skemmt og svo framvegis fyrir utan að vera hættulegt til gangs og svo framvegis. En ég get ekki lofað að þessi vegur, sko, ég meina ég fengi ábendingar úr Fjarðarásnum og Eyktarásnum og þó að það sé ekki 200 íbúðir, þá eru það líka íbúðagötur. Þannig að það þarf að vera svona eitthvað samræmi og við erum með sem stofnleiðirnar og almenningssamgönguleiðirnar sem fyrsta forgang. Ég átta mig alveg á því. Þetta virkar svona eins og Hraunbærinn sé sko 2 götur. Já, upp að Tungnahálsi og síðan restin. Ég seldi geturunarseðla í öllum þessum íbúðum, þannig að ég þekki þetta mjög vel, báðum meginn frá og ég skil alveg vandamálið. Vandinn sem hefur verið eiginlega í febrúar í ár að við fengum 24 hvítadaga, meðaltalið 12 og munurinn felst á því að þegar þú fær svona marga daga í snjómokstri að þá þarf alltaf að fara aftur í forgangsverkefnin. Þannig að það sem þú gerir í venjulegu ári að þú ferð í forgangsverkefnin, svo ferð í húsagöturnar. En ef það snjóar aftur næsta dag, þá þarf alltaf aftur að fara í forgangsverkefnin og þá getur snjórinn orðið að klaka í húsagötunum. Og þetta er vandi allt höfuðborgarsvæðið. Reynir, varst þú ekki? Já, Björnsvæl. Nú hann mist hann í sjálfur. Það að fá að standa að þessu og þú getur kannski rakið þetta varðandi lóðamörkin. Já, ég ætla að gera það. Já, þakkaði fyrir. Til dæmis. Ég ætla bara að byrja á því. Það er að sko þegar við skipuleggjum hverfið, ég er nefnilega einn af höfundum þessa hverfis og þá var háspennulínan sem lá hérna norðan við. Það sem nú er heilsugæslan og ásinn, þar var hérna háspennulína sem að talið að myndi aldrei, væri það svo dýrt að myndi ekki vera hægt að leggja hana af. Svo þess að við erum að búa við það að þetta voru takmörk sem að byggðar hérna í Árbænum. Fyrir utan það var Rófabærinn Suðurlandsvegurinn. Við höfðum sem sagt alla umferðina hérna yfir Hellisheiðina og úr Hellisheiðinu og allir Suðurlandinu hérna í gegnum hverfið. Svo þetta voru náttúrulega ekkert mjög þægilegir kostir og þess vegna en við leystum þetta svoleiðis að hérna að blokkirnar sem eru núna hérna, Hraunbærinn, hann er tiltölulega stórar lóðir en það eru líka allir með sameiginlega sko göngustíga. En það er hins vegar eitt bíll á hverri einustu íbúð. Það er svona betra heldur en nú er í næstum lóðum. Og annað nú þegar að svo háspennulínan fer í jörðu, þá opnast þess að möguleiki á að koma fyrir verslunarcentrum og heilsugæslu og ýmsu öðru og íbúðum, ef við komum það líka. En leið og maður gerir það, þá er maður búinn að breyta algjörlega heildarskipulaginu á hverfinu. Hvernig á fólkið sem býr hérna norðan við Hraunbæinn að komast inn í miðbæinn. Því það er alveg rétt. Við erum svo vel sett að við erum með skólan og leikskólan og íþróttahúsið og sundlaugina, við erum með það allt hérna inn í miðjunni og eigum það er náttúrulega mjög markviss stefna í skipulaginu. Þess vegna það svoleiðis að núna byggir maður hinum megin, maður meira sem er færri bílastæði heldur en íbúðir og hvernig á fólki að fara. Þeir það verður að ganga í gegnum íbúðar blokkalóðina sem eru þá eru þeir að ganga gegnum stíga sem blokkalið ber ábyrgðir á, sem er náttúrulega mjög mikið mál. Og það sem ég tekið alveg undir það sem þú ert að segja, sko það er eiginlega bara nauðsynlegt að borgin taki þetta á sig að skoða hvaða skyldur eru þeir búin að taka á sig með því að byggja hinum megin og ætlast þess að fólki bara ganga noti jafnvel bílastæðin.
En daginn þá þurfti ég að fara á heilsugæslustöðina því ég nú svona komin hátt í nírætt. Og þá þarf maður nú stundum að fara á heilsugæslustöðina. Og ég komst alltaf, það var alltaf að komast inn í húsið vegna þess að það var ekki búið að ryðja stæðin. Ég kom nú þarna á bíl reyndar, maður átti náttúrulega að vera gangandi. Það var ekki strætó sem gekk gangað og engin borgarlína. En ég sem sagt ætlaði að reyna að komast þarna inn. Af hverju var nú ekki búið að ryðja stæðin? Jú. Það var vegna þess að það voru svo mikið af bílum sem voru voru parkeraðar á stæðinu og kannski voru það blokkar íbúðarnir handamegin, einhvers staðar vantaði bílastæði og þeir tóku upp stæðin og það var ekki hægt að ryðja stæðið við heilsugæslustöð borgarinnar. En við heilsugæslustöð, það var heldur ekki búið að moka eins og heima á dyrunum og samt bækistöð borgarinnar í húsinu. Það er að segja einhver þjónustustöð. Þetta var nú eitt sem ég hefði verið að segja mér, það sem er mest áríðandi í þessu, það er bara hvaða skyldur eru borgin búin að taka á sig með því að byggja sem sagt handan við og er ekki búin að skapa það jafnvel ekki nógu mikið af bílastæðum og sem sagt gönguleiðirnar þangað upp yfir, hvar eru þær? Nú ætla ég, það annað sem ég langar til að segja, það var þetta borgarbókasafnið. Borgarbókasafnið er allstaðar mjög mikilvægur þáttur í borginni. Ég átti nú svo yfirgefið að ég svona ekki alveg fá mér aðeins þó þetta sé nú bara vatn. Þá og þar er möguleiki, það er alveg út í horni, ekki vel merkt, það er auglýst það þannig að maður sér húsið utanfrá, það er mynd af húsinu eins og maður sér það, eins og maður væri eiginlega út á Hraunbæi einhvers staðar þar. Og það er margir, ég hélt þarna, fekk að vera þarna með sýningu, það var að segja vatnslítasýningu, sem hét Árbæjarlónið sem var, ég veit að þú eru örugglega ekki komið þangað en ég ætla að vona að einhverjir hafi nú kannski átt að leiða þangað inn. En ég var með þarna sýningu og það var fullt af fólki sem að koma á sýninguna sem að tengist mér, átti bara fullt í fangi með að finna borgarbókasafnið í Árbænum. Það vantar bara kannski bæði merkingu og annað, en svo er undir húsinu, það er 2 hæða húsi og þetta eru på efri hæð en í sama húsi er heimilisþjónustan og ég heyri að þeir séu að leita sér að nýju húsnæði, það sé eiginlega ekki nógu mikið pláss, er það ekki alveg upplagt að taka bara allt húsið og koma borgarbókasafninu fyrir þarna í það sem heimilisþjónustan er og finna annan stað fyrir heimilisþjónustuna, því að ég meina því að það veitir ekkert af þessu plássi. Og þá væri kannski komin einhvern staður þar sem við getum verið með sýningu sem að menn finna til dæmis og bara verður svona meira opinn og svona þannig að það sé svona meira eins og býður svona faðir minn á móti hverfinu því að það er miklu auðveldara að sjá inngangana þar en það er hins vegar ekkert interessanti við þá innganga sem nú eru þar því það leiðir bara inn í einhverja geymslur og svona hjá heimilis, þjónustunni. Þetta var eitt bíti, ég ætlaði að sjá hvort ég hafi verið bara búin að punkta eitthvað meira. Mér finnst þetta að vera, ég ætlaði nú bara að koma þessu að með bókasafnið, þetta sem smög hugmynd. Þó að það getur kannski verið líka mjög gott að ef það verður virkilega, bara ekki búið til sérstakt hús í kringum kirkjuna, en ég veit að það mér líst mjög vel á að það verði eitthvað meira gert í kirkjunni, en ég veit ekki, er það ekki bara við hérna í hverfinu sem komum að borga hana? Ætla borgin að gera þetta spurning? Komið þið einhvað að því að byggja safnaðarheimili hérna í hverfinu? Þetta er svona spurning, en þið fyrirgefið að ég sé ekki alveg svona
Það er svolítið síðan maður hefur við staðið í svona ræðuhöldum. En svo ætlaði ég nú bara að segja að það eru tveir vinir mínir sem ekki þorðu að koma hingað. Þeir varu svo æstir. Þeir sögðu við erum svo æstir og reiðir. Við þolum ekki að sjá hérna Dag og hans fólk og vegna það er allt út á lóninu. Það er ekki skemmtilegt og ég er einn af þeim sem er alveg æfur. Mér finnst að það hafi tekið alveg gífurlega mikið hérna af hverfinu og ég sem skipulagsmaður, við sáum alltaf lónið, þetta var eins og höfnin í Hafnarfirði sko, eða eitthvað svoleiðis sko, sjórinn. Við sjáum, sko, lónið er ekki bara sko, hérna stíplan og lónið, heldur það fuglalífin og allir sem er hérna. Og svo er það speglunin sem er í lóninu. Þú hefur sko sólarlagið, sólarniðurlagið, sólar sko, þegar við sjáum ekki sólina til dæmis þegar við sem búum hérna niður í einbýlishúsahverfunum vegna þess að sólarlagið, vegna þess að það er bara bak við Orðdómsholtið, en við sáum það alltaf í lóninu. Það er svo mikið speglun í lóninu og mikið líf. Bara þetta er eitt af þessu, en svo er þau að segja mér núna að það sé ekki ennþá búið að ræða málin. Á hverju létu þau þetta gerast áður en lónið var búið að ræða málin og komast að einhverju skynsamlegri niðurstöðu hvað ætti að gera. Þetta er okkur óskiljanlegt. Og við erum mjög æfir sumir út af þessu og ég er mjög heitur fyrir geðu. En svo er ekki hafa þetta meira. Takk fyrir takk fyrir Kjella Reynir að koma og ég bið Kjella að heilsa þessum tveimur sem gruna hverjir eru og bara frábært að fá þína sýn á skipulagið og rifja þetta upp varðandi háspennulínuna. Ég hafði ekki áttað mig á því að það hefði verið svona mikill þáttur í þessu en akkurat? Já. Umferðarkerfið er mjög gott í skipulaginu miðað við það sem er sko. Akkurat. En það er eins vegar gjörbreytt með þessu hérna, með þessari aðgerð. Algjörlega og ég átta mig alveg á þeim punkti þar sem að húsfélögin eins og eða lóðafélögin eins og ég þekki það hafa þó ekki síður verið að hugsa af því að þú ert að hugsa gangstéttina sem eru frá norðri til suðurs að þau eru ekkert síður að tala hellilögðu gangstéttina sem er eftir endilöngu frá austri til vesturs. Já, og það kannski tengist ekki uppbyggingunni norðan við á sama hátt þó ég skilji alveg punktinn. Varðandi mokstur á stofnanalóðum og þjónustulóðum að þá eru þær gjarnan á hendi þeirra sem eru með þær stofnanir eða þjónustu nema eins og í þessu tilviki þegar borgin, en það er alveg rétt að ef það eru lagðir bílar og það getur líka götur að þá getur verið mjög erfitt vik fyrir þá sem eru þó að reyna að moka að komast að. En það skiptir mjög miklu máli að það sé vel mokað og örugt að komast sérstaklega í heilsugæslu og svona grunnþjónustu. Þannig ég tek alveg undir með þér í því. Varðandi staðsetningun á bókasafninu að þá þekki ég þá sögu nokkuð vel og þetta var í raun bara leit að húsnæði í hverfinu á sínum tíma, ekki fullkomin lausn en algjör bylting frá því að hafa bara bókabíl. Og þetta var bara sérstakt metnamál, ég var þarna formaður hverfisráðs Árbæjar og við vorum eiginlega eina hverfi sem hafði ekki haft bókasafn, þannig að bókasafnið í Árbæ kom eftir það. Þá var skoðað valkostur sem mæltist ekki nægilega vel fyrir, sem hefði kannski samt verið svolítið glúrin, að hellulegða stéttin sem er eiginlega á bak við Ársel, að þar hefði verið svona nett viðbygging sem hefði ekki flækt neitt yfir á lóðina sem er notuð og hefði þannig geta verið svona félagsmiðstöð bókasafn í einhverju svona samspili. Og það verður svolítið setið í mér í seinni tíð sko hvort að það átt að skoða einhverja svona viðbyggingamöguleika eða einhverja möguleika við Árbæjartorgi betur. Og síðan er þessi hugmynd sem að Fylkir hefur haldið á lofti sem að mér finnst líka spennandi og ég veit að Borgarbókavörður til dæmis sér í mig sóknarfæri í sem er að hafa bókasafnsstarfsemi einhvers staðar grennd við laugina og lautina og svona sem hlut af þeim
kjarna. Einhverjum myndu sjálf nefna bílastæði líki í því sambandi en spurningin getum við einhvern veginn borið þessar 3 staðsetningar sem eru allar góðar bara með ólíka kost og galla saman og reynt að botna þetta svona til framtíðar. Við erum núna í leiguhúsnæði. Það væri hægt að stakka á þessu stað en það líka hægt að segja því upp með ákveðnum bara fyrirvara ef við viljum byggja eða leigja annar staðar. Þannig að það allt opið í því. Varðandi lónið að þá, eins og ég sagði áðan, að þá áttaði ég mig algjörlega á vonbrigðum og heitum tilfinningum í því máli og þegar ég að segja að það sé ekki útrætt þá á ég ekki við það að það hafi ekki verið rætt að undanförnu. Ég að meina tvennt. Annars vegar ég að meina það að ég held að sé allir sammála að það hafi ekki verið vel staðið að þessu máli. Þetta var bara gert. Órætt. Akkur gæti ekki borgarstjóri í Reykjavík? Hefur hann ekki vald til að stoppa það? Er það Orkuveita sem stjórnar Reykjavík? Þá hefði það verið eftir á og því var haldið fram meðal annars í þessari hörðu umræðu að það hefði verið ekki byggt á lögum að sem sagt að að hleypa úr lóninu. Þetta er nefnilega það er svo mörg lög í þessu sem bæði voru brotin og svo má segja það er hægt að túlka alls konar skýrslur, það er hægt að túlka lög og það er spurningin hvernig menn gera þetta er bara spurning, þetta er túlkunaratriði. Þetta er eins og Putin að gera núna. Akkurat, þetta er nefnilega mörg lög og ég að segja að því var haldið fram að lög væri brotin. Það var eins og að verið að fara að umsögnum lykilstofnana sem sinna náttúruvernd og meðal annars villta laxastofninum og svo framvegis og ég held að allir árbæingar sem unna dalnum séu stoltur af því að þarna sé lifandi laxveið á og það er ekki léttvægt ef að Hafrannsóknastofnun sem gamla veiðimálastofnun líka gefur álit sitt á þessu og heilbrigðiseftirliti og svo framvegis. Þannig að þú spyrð, hefði borgarstjóri geta bara sett tappan í og fyllt í lónið aftur miðað við hina lagalegu yfirferð í þessu að þá hefði mátt efast að það hefði staðist þau lög sem þetta gilda. Það er núna deilt og það er í ákveðnu ferli en það sem ég var að segja var ekki komið niðurstaða í það er í raun sjálf tillagan niðurlagningu virkjanastarfseminnar sem þarf að fara fyrir Orkustofnun og þarf að leita álits á sú tillaga liggur ekki fyrir þannig að málið er ekki búið. Það er í mínum huga ekki búið að botna það. Samt ég bara út af þessu það eru margir sem eru þeirra skoðunar að það væri, það sé mjög mikil synd að það skuli ekki vera keyrð minnst ein vél í niðri Elliðaárstöð. Þetta er bara gert bara það er látið rappast niður stöðin og síðan er bara tekið svo ákvörðun að það borgi sig ekki að svar ekki kostnaði að keyra hana. En þetta er alveg geysilega, hvað er ekki gert til þess að svo bara af söfnum og safngripur og þess að væri ekki meiri safngripur eða hún væri í gangi. Þetta eru allt sömu tækin og allt meiri sér sömu perurnar hann uppi eins og voru hann þegar var fyrir 100 árum síðan þegar hún var gangsett og það er geysilega verðmætt. En þetta er svona eitt af því sem að mér finnst líka vera alveg hægt að tala líka en þetta er ekki það er ekki verið bara ráð máls á því að hafa neina umræðu þetta mál. Takk fyrir geðu. Já, nú lofa ég því að segja ekki einu svo meira. En það er nú alltaf gaman að ræða þetta við Reynir. Það var nefnilega þannig að það er 5 ár síðan að Andri Snær Magnason sem er uppalinn í hverfinu eins og ég og er jafnaldi minn setti fram nákvæmlega þessa hugmynd. Hann sagði, væri það getið marksum sjálfbærni í dalnum að endurvekja stífluna og rekstur hennar og já, ég að tala Andra Snæ umhverfisinnan sem hefur barist gegn virkjunum og mér fannst alltaf svolítið brilljant að hann var að tala fyrir því að reka virkjun
þá var hann að hugsa það að laga pípuna og hafa vélarnar í gangi og nota tekjurnar af þessu til þess að færa dalinn, til þess að setja í innviði og þetta væri svona, ég segi ekki skakkfiska efnahagssvæði, þetta væri svona bara 11 dalur sem væri borin uppi af virkjuninni. Það var meðal annars rætt við Landsnet það vegna þess að það gildir að Landsnet tekur eiginlega helminginn af tekjum af raforku sem sett inn á kerfið það bil. Rætt hvort það væri mögulegt að vera með afslætt í því þannig að þetta gæti staðið undir þessari fjárfestingu. Fyrst sýndist okkur þetta geta gengið en þegar það var búið að fara yfir það hversu mikla skemmdirnar voru á pípunni og allt að þá var þetta í mjög miklu mínus og dæmið gekk ekki upp. Og þess vegna var fallið frá þessu en þetta var ekki bara rætt, það var settur sérstakur starfshópur sem hét Sjálfbær Elliðaárdalur í þetta með aðkomu Orkuveitunar og fleiri og þetta var reiknað fram og tilbaka og skoðað vegna þess að það ekki þannig að einhver hafi verið bjargfast á þeirri skoðun að þetta ætti að vera eins og þetta í dag, heldur var þvert á móti þessar hugmyndir skoðaðar býsna vel en þar stóðu ekki undir sér og þá var botninn svolítið dottinn úr og svo voru þessar áhyggjur af því að það væri verið að losa og skrúa fyrir á víxl og áhrif þess á lífríkið sem að Hafró og fleiri hafa haft áhyggjur af árum saman og því ekkert að neita heldur að þó að margir sakni lónsins þá eru líka ýmsir sem að finnst umhverfið þarna öruggara fyrir börnaleik og svo framvegis og að þetta umhverfið muni taka sig og það sé hægt að gera það fallegt. Þannig að það eru skiptar skoðanir þetta en ég átta mig algjörlega á því að þetta hitamál, þetta líka einhvers konar lögfræðimál, það búið að boða kæru á þetta en borgarlögmaður hefur farið svo vandlega í gegnum þetta flókna lagalega umhverfi að þar er bjargför skoðun sem ekki á sama máli og sá sem kærir en þessi ferill sem það sem í gangi þessi tillaga til Orkustofnunar umbúnaðinn þá til framtíðar. Já, nú verðum við að fara að stytta í þessu því að þetta hús hér brestur á með þjófakerfið fljótlega, bara þannig að það sé sagt. En það var spurning var ekki, bara stytta mál. Takk, Kristján Már Unnarsson heiti ég, mér langar aðeins að taka upp þráðinn þessum. Reynir varðandi þessi sjónarmið Orkuveitunar. Það eru 2 lón hérna, Árbæjarlónið og Elliðavatnið. Ef það stæði stein yfir þessum röksemdum Orkuveitunar og Hafró, af hverju tóku ekki bæði lónin? Af hverju var ekki Elliðavatnið tæmt? Það svona cirka, hefur þið fengið skýringu á því? Af hverju það var ekki, og stendur til að tæma Elliðavatnið líka? Í öðru lagi, því Orkuveitan búin að hætta orkuvinnslu í ánni, þá ekki forsendur brostna fyrir því að hún hafi yfirráð yfir ánum? Ekki rétt að kjörnir fulltrúar taki yfir stjórn Elliðavatna? Og í þriðja lagi, af hverju veiðiréttur í Elliðavatnum ekki boðinn út? Af hverju þetta einkaklúbbur Stangveiðifélag Reykjavíkur sem fær þetta bara afhent ókeypis? Það eru flestar veiði ár laxveiðar, það eru boðnar út. Takk fyrir. Þetta eru 3 spurningar. Nei, ég hef spurt eftir því og það stendur ekki til að hleypa úr Elliðavatni og það eru talin ýmis rök fyrir því og það var kannski ekki beinlínis hluti af raforku framleiðslunni á sama hátt og Árbæjarstíflan. Varðandi ána að þá gert ráð fyrir því og það hefur verið rætt að núna þegar Orkuveitan hætta rekstri á stíflunni að þá taki Reykjavíkurborg alfarið aftur við dalnum. Mér finnst hins vegar eðlilegt að Orkuveitan skilji almennilega við. Mér finnst koma til greina Orkuveitan greiði til dæmis stíginn sem við vorum að fjalla hérna sem kemur í staðinn fyrir stokkinn, einhverja fegrun á stíflusvæðinu og hugsanlega aðra innviði
sem þá svona einhvern veginn heimannmund með dalnum sem borgin tæki síðan í rekstur. En já, mér finnst eðlilegt að borgin haldi áfram utanum, eða þar að segja taki raun við ánni þar með, sem var í raun spurning númer 2. Spurning númer 3 varðar það af hverju Stangaveiðifélag Reykjavíkur með Elliðaárnar en ekki borgin og að borgin bjóði það hæstbjóðanda, ef ég skil spurninguna rétt. Það á sér í grunninn sögulega rætur. Þetta frá tíma Bjarna Ben sem þá var borgarstjóri og hann óskaði eftir því að Stangaveiðifélagið myndi halda utanum þetta með skilyrðum. Skilyrðin voru þau að allir Reykvíkingar gætu gengið í Stangaveiðifélagið, að þetta væri ekki lokaður klúbbur og að verðin væru þannig og einhverjir opni dagar að almenningur hefði tækifæri til þess að kynnast laxveiði og í þessu tilviki laxveiði í borg. Og hvað sem Stangaveiðifélag Reykjavíkur má segja, í mínum huga má segja ýmislegt gott það meðal annars, en það önnur umræða en við erum hér í kvöld, að þá eru veiðileyfin í Elliðaárnum á færi allavega miklu fleiri heldur en mikið lakari laxveiði á að víða land. Og þetta segi ég bæði af stolti sem bara Reykvíkingur og borgarstjóri sem eina höfuðborg heims sem ég veit sem lifandi laxveiði á, en líka bara að þið vitið að Stangaveiðifélagið með alls konar uppeldisstarf og býður fólki sem annars væri ekki færum til þess að prófa að gera það í Elliðaárnum en ekki í hinum ánum sem þau eru sannarlega að leigja og einmitt borgar sem örugglega eftir einhver útboð á hæstbjóðanda. En ég meina þessi sjónarmið hafa verið uppi og það hafa einhver verið að velta fyrir sér hvort að þetta sé útboðskylt og eitthvað svona og ég meina gildir það þá líka golfvellina? Gildir það íþróttavelli almennt? Eða getur verið að jafnvel í einhverju sporti eins og laxveiði getum við sett svona skilyrði að félagsskapur sé opinn öllum, að verðinu sé stillt í hóf og allir eigi helst að geta prófað. Þetta umræðan. Já, voru fleiri búnir að kveða sér ljós? Kannski ef það einhver ein spurning í viðbót? Já, það ein spurning. Já, það þarf að vera stutt. Já. Býtu þá til mikrofónin kemur. Að það var í sambandi dagur við glerhöllina sem á að koma þarna neðar í dalinn. Þetta tala toppstöðuna? Nei, hinum megin. Nær stekkjónum á þar? Já. Stendur það ennþá á dagskrá að gera það? Það verður eiginlega bara að koma í ljós. Ég, samkvæmt mínum upplýsingum að þá hefur ekki gengið að fjármagna það verkefni. Það glæsilegt. Gott að heyra. Menn hefur bara í efri byggðum fengið sólina bara inn í sín allan daginn. Ég sá að það var komið á skipulagið að byggingarréttur bara yfir allt svæðið. Nei. Og skemma ána í leiðinni. Var það ekki? Nei. Það ekki. Já, gjörðu svo. Síðasta spurningin. Tíminn að vera. Já, sæl, Hildur Jóna heiti ég. Fyrsta skipta á íbúafundi og þetta greinilega ekki hættulegt og óhætt að koma svona. Mjög fróðleg erindi og umræður. Ég búin að læra nokkur ný örnefni sem finnst magnað þar sem ég flutti í hverfið árið 1999. Aldrei heyrt ásinn eða lautina. Ég veit ekki hvort ég þora að játa það á mig svona opinberlega en þannig það. Hefur aldrei sungið fylgislagið? Nei, kannast ekki við það. En mér fannst mjög áhugavert að heyra þessi áform með toppstöðina. Mér langaði að spyrja, einhverja tímalínur í því? Þú nefndir að það væri ekki fjármagnað, en svona hvernig lítur þetta út? Er þetta líklegt að verða veruleika og á einhverjum svona fyrirsjáanlegum tíma? Ég get ekki gefið nákvæma tímalínu, en
ég held ég verið að orða einhvern veginn þannig að það fer að skýrast á annan veginn. Við settum þetta í ferli og höfum reyna gert það tvisvar. Fyrst auglýstum við þetta alveg opið og athuguðum svona hvaða hugmyndir kemur fram. Og þær voru ýmiss konar, en enginn þeirra einhvern veginn reyndist raun af þeirra áreyndi. Svo fórum við seinna ferlið og þá gáfu sér fram áhugasamir aðilar, meðal annars þessir, sem voru með þannig alvöru plön og fjármögnunarleiðir að það var gerð viljayfirlýsing sem var nauðsynlegt til þess að þeir getu klára þá sína samninga við fjármálastofnanir. Hugsunin er þessi: borgin mun áfram eiga húsið, þeir munu leigja það til 25 ára, kosta endurgerð en hafa tekjur af því á meðan og við lok leigutímans þá eignast borgin mannvirkið með öllum breytingunum. Hugsun okkar er svo að það sé mikilvægt að þetta hús verði til almenningsnota og það að þetta verði fyrir einhvers konar jaðaríþróttir fellur vel að þeirri sýn og húsið lítur óneitanlega ekkert sérstaklega út í dag og er engin borgarprýði en yrði það að þessu loknu. Þannig að ég vildi geti fullvissað þig að þetta myndi skýrast á þessu vori. Mér finnst töluverða líkur á því en það er ekki víst og það er ekki gefið að þetta gangi eftir. Þannig að þetta er bara í vinnslu, það er sem formlegt og opinbert að þessi viljayfirlýsing var gerð við þessa aðila en sá ferill, honum er ekki lokið en þetta gæti skýst. Já. Þá held ég að við séum búin að botna þessa dagskrá, svona að mestu leyti og ég ætla bara að þakka þér kærlega fyrir komuna hérna í þitt gamla hverfi, Dagur, og gott að fá þig og takk fyrir að koma hingað öll og taka þátt í þessum skemmtilegu umræðum og því sem að heima sittið og hafa verið að horfa á sömuleiðis. Var ekki eitthvað sem ég átti að segja hérna í lokin? Það var eitthvað sem ég átti að skoða hérna á skjánum. Já, ég ætla að minna ykkur á það að hérna það var eitthvað, það eru glærurnar. En segðu mig, Dagur, lékst þú einhvern tímann á þessu sviði? Í leikriti? Margoft. Eitthvað svona sérstök hlutverk sem þú manst eftir? Já, ég var stúfur. Varstu stúfur, já. Ég var stekkjastur, ég man eftir því. En það var bara því ég var minnstur í bekknum, sko. Ég var mjög lítill eftir aldri. Og svo lék ég reynda líka Júlíu í, við Helgimár, við lékum Halló Laddalagið Rómeó og Júlíu og okkur þótti það mjög fyndið, ég veit ekki með hérna. Heyrðu, takk fyrir kærlega, það er alltaf gaman að vera á þessu sviði, maður svona fær smá nostalgíu hérna upp á þessu sviði, ég veit ekki hvað það er, en bendum á ábendingavefinn, er það ekki, Dagur? Jú, hann hefur reynst reyndar ómyndanlegur til þess að bæði fá ábendingar það sem betur með þetta gera en óbeint til þess að hafa líka eftirlit með þeim verktökum meðan sem eru að sinna snjómóstri. Það sem gerist oftast á þessum ástíma fyrst eru ábendingar snjómókstur, svo vitum við að það verða alltaf einhver bröð af því að koma hólur í malbygg, þá viljum við líka fá ábendingar það, við reynum að leysa það á nóinu. Og svo fáum við ábendingar sópun þegar það kemur fram í apríl og þetta nú lífsins gangur og í allt þetta notum við ábendingavefinn til þess að gera betur og betur og betur og betur og þar hafið þið öll hlutverk þannig að endilega nota hann en takk enn og aftur fyrir góða kvöldstund í Árbæjarskóla. Takk.